Þessi þáttur í boði Smass, þetta súkkulaðihúðað snakk með smá saltbragði, alveg hrikalega gott og þetta norskt súkkulaði sem Nói Sirius að flytja inn. Þetta kemur í nokkrum svona útgáfum, það 100 gramma snakkbókar, 200 gramma snakkbókar og svo nýjungi þessari línu, það svona Smass súkkulaðplötur. Þetta nammi sem allir verða að smakka. Sambíón reka 5 kvikmyndahús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álfabakka, Kringlunni og Egilshöll. Egilshöllin uppáhaldsbíó mitt. Mér finnst bara ekkert toppa sal 1 í Sambíón með Egilshöll. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðningin. Án þeirra gæti ekki gert þetta podcast. Ég vil líka þakka ykkur og sjálfsögðu fyrir að hlusta og horfa á bíóblaður. Endilega fylgið bíóblaður á Facebook, TikTok og Instagram. Herri, ég búinn að ákvaða hvaða mynd kemur í staðinn fyrir góðan vikugán. Við erum byrjar á leið, þú ert búin að velja mynd sem þú setja í staðinn fyrir góðan vikugán. Þú fórst aðeins í listaðinn. Já. Af því að við völdum báður góðan vikugán. Já, surprisingly. Ég hef aldrei giska á að þú væri með hana. Nei, hún átti að vera númer 2 hjá mér, sko. Þannig að ég er búinn að ákvaða hvaða mynd í númer 2 slóttinu. Ok, ég var með Gone Baby Gone. Í fyrir þetta var ég með Gone Baby Gone og ég var með Abraham Lincoln Vampire Hunter. Já. Þú varst með Reanimator og Coraline. Já. Ok, höldum áfram, við erum með 5 myndir. Þetta Part 2. Part 2. Þú ert alltaf í 2-partunum hérna hjá mér. Já. Og ég skal fara að uppfæra playlistan á YouTube. Ok, höldum áfram. Ég á 3 réttir, þú 3 réttir. Hvaða mynd næstu þér? Það í placementið? Nei, ég setti hann bara í númer 2. Ok. Hvaða mynd ertu með næst? Herri, fyrsta númer 2 breyttist hjá mér. Þá það núna, þessar síðustu 3 ár, eru allar núna myndir sem komast næstu því á topp 10 listaminn. Vá, allar 3 ár? Já, allar 3 ár. Ok, skemmtilegt og ég mælum að fór tjekkja á þeim þætti. Við gerum topp 10 þátt, ég og Máni. Það erfitt að skera þær út, sko. Ok, þetta áhugavert. En þessi í þriðja hérna hjá mér, það þá, hún yngst af þeim. Þetta mynd frá 2010. 2010, má ég fá að giska? Fæ ég leikstjóra eða eitthvað? Það vist ekki giski. Sko, ef ég segi leikstjóra, þá fattar það strax. Mér þess að kastið gefur það burt. Okay. Viltu að ég gefi titilin á bókinni? Já, en ef titilin á myndinu allt annar, þá kannski... Titilin ekki svo sami. Ok, hvað með titilin á bókinni? The Accidental Billionaires. Já. Sem seinna var það myndinni. The Social Network. Bingo. Ok, já, við höfum ekki talað hana neitt. Nei. Hún var í fyrsta draftinu mín á topp 10 listanum mínum, það var hún í 10. sæti. Ok, Social Network, nú getur þú rætt hana og ég hef horfði hana fyrir David Fincher þáttu minn, þannig að það ekki það landsins á hana. Komdu með það, Social Network, þetta auðvitað byggt á sannri sögu. Já. Og hvað það tann? Ég veit þú náttúrulega mikill Fincher maður, elskar auðvitað Zodiac og svona. Já. Social Network, þetta bara gæjar að tala saman. Já. Hvað það svona góð? Til að byrja með, þetta handrit eftir Aaron Sorkin. Það bara... Brilliant. Það bara need I say more. Nei, þú ert með brilliant handrit eftir Aaron Sorkin, þú ert með hvern einasta leikmann perfectly cast og þú ert með mann eins og Fincher sem getur haft 2 menn sitjandi við borð að tala saman. Hann getur breytt því mest riveting fucking visualatrið í heimi. Af því, þú veist, það svo fyndið, þú myndir aldrei hugsa að þeir voru gott kombo. Aaron Sorkin og David Fincher. Af hverju ekki samt? Af því Aaron Sorkin hefur sagt það sjálfur að David Fincher einn mest bara visually gifted filmmaker og Aaron Sorkin skrifar fólk í herbyggja að tala saman. Já, þú meinar að Sorkin, hvernig hann skrifar, það kannski býður ekkert upp okkur svona sjónrænt. Nei, en þú veist, það svo gaman að sjá alla leikstjórar sem hafa leikstýrt handritum eftir Sorkin, það svo gaman að sjá hvernig þeir tækla það, sko. Algjörlega. Hefurðu lesið handritið til Sorkin? Social Network handritið? Nei, bara eitthvað. Já, ég hef lesið nóg að þeim, sko. Ég hef ekki lesið neitt Sorkin handrit. Hvernig, að lesa handritið þar? Mjög, þetta alveg bara svona? Mjög detailed.
það alveg bara þetta bara, þú veist, ef handrit lítur einhvern tímann út eins og bók þá það handrit eftir Sorkin. Já, það? Ég hef haldið sko að væri svo auðlesið. Þau eru auðlesin sko, en þú veist, það bara, myndin bara fullkomlega máluð fyrir þig. Já, ok, hann skrifar svona, þetta svona detailed hjá hann. Já, rosalega detailed sko, bara hvernig hann lýsir hlutum og þú veist, bara, þú veist, hann setur líka, þú veist, það eru svona ákveðna reglur með handrit sem hann brýtur sjálfur upp sko. Það alveg, þú veist, alveg hvernig hann segir þessa línu og hvað hann að gera á meðan og þú veist, þetta bara, þú veist, þú læst handrit eftir Sorkin og þú sérð bara myndinu í haustum á þér. Það bara, þú veist, þetta þú veist, eins og, þú veist hvernig sögum leikrit svona svolítið leikstýra sér sjálfum. Þetta svolítið svoleiðis, en þess vegna svo magna að Fincher tekur eitthvað svona að sér og þú veist bara alveg, god damn it, jöðu neldan þetta. Hvað kemur Fincher með inn í, þú veist, ef þetta svona solid handrit, það eru smáatrið þarna, hvað kemur hann með, hvernig nær hann að setja þetta á annan stall? Hann bara, hann til að byrja með, hann klippir rétta hluti út, af því að þú læst handritin it's full, það eru sömu hluti sem Fincher bara smelti, hann tók út til að sérstaklega eita hlutina visually, en það sem Fincher gerir þú veist, hann veit alltaf hvar fucking kameran á að vera, hann veit hvernig hann á að fara í close-up, hvernig hann á að vera wide, hvernig hann á að vera back and forth, það eitt handheld skot í allri myndinni, vissir þú það? Nei. Það bara eitt, og mér finnst það svo fyndið að svona, að þetta allt svo perfectly placed hvar kameran þetta í partísenuna, þannig endan þegar Justin Timberlake heyrir í löggunni koma, og hann lappar að hurðinni til að líta út og það eina skipti sem myndaðalinn handheld og eldir einhvern. Já, en þá bakveðan. Já. Eina handheld skoti í allir myndir og þetta handheld skot, þetta ekki handheld sena en eitt svoleiðis, þetta bara a single shot. Vá, ég hef ekkert pælt í því. Og það svo fascinated að horfa að því sko karakterarnir sem Sorkin skrifar þarna, þeir allir, þú veist, líkamlega þá hafa þau svo mikið að segja varandi, þú veist, að það allir svo amped up, það tala allir mjög hratt, það tala allir mjög skýrt, en þú samt með, þú veist, ok, þessi stoic, þessi orkumikill, þú veist, þetta allt þarna og það með eitthvað sem, þú veist, Fincher gerir svo rétt með myndaðalinn, hann getur búið til pínulítið tilt út minnstu hreyfingu, þú færð bara svona the urgency af hreyfingunni, svo það atriða sem Devian Narendra, hann eitthvað að tala við hérna Winklevoss-tvíburana og hann svona, hreyfingin hann segir, þú veist, hann hallar sig aðeins fram og setur hendina svona út, bara, þú veist, meðan hann að tala Zuckerberg, bara svona, geðþrátt og aftur niður og kamera svona, aðeins upp, aðeins niður og það svona, það var þetta smooth. Vá, þú náttúrulega pælir í öllum svona smáadrum. Fincher gerir þetta um leið og fattar hvernig kameran hans Finchers hreyfist, þá getur ekki hægt að taka eftir því. Kameran hreyfist ekki nema einhver annar hreyfist. Og það kostur að galli? Nei, það bara gott, þá ert alltaf, þú veist, þú svo ógeðslega in tune við hvað allir að gera, þú veist, eins og segjum að ef þú ert í skoti núna, ef ég með hérna, sem ég já, en þú veist, ef þú stendur upp og ég ger bara svona, það er svo mikil munur að hérna, en að því þú ert að standa upp, það alveg heilt movement. Já. Ef þú myndir aðeins hreyfa, ef þú myndir svona laga posture þetta núna, þá myndi ég gera tilt, þá myndi ég gera svona. En það sem Fincher gerir, ef þú myndir standa upp núna, þá færi myndaðalinn upp svona. Já, ég skilði. Fer með. Þetta eitthvað sem Fincher gerir. Leiðum maður sér þetta. Þetta bara stílinn hans. Leiðum maður tekur eftir þessu, þetta svona you can never unsee it. Sko. Þannig að þú ert að tala þetta stílinn hans, þetta ekki bara í Social Network. Nei, þetta í öllum myndunum hans, sko. Og þú veist, eins og gott dæmi í Seven, hann notar þetta til að sína hver in control. Þú tekur undir lokasennan í Seven með boxið og John Doe. Öll skotin af John Doe eru perfectly römmuð, þau eru á tripod eða einhverju, þau eru kjur, en öll skotin af Brad Pitt, þau eru handheld. Já, mitt. Þannig að hvor in control? John Doe. Yeah. Ok, Social Network, tölum við þessum hana. Á pappírum, já. Og hljómar þetta kannski ekki, en mér fannst það hljómar ekki svakalega spennandi eitthvað Facebook-görinn. En svo var þetta bara geggjuminn. Já, en það líka bara því þetta er það sem Social Network inniheldur, þetta er your classic tragedy, þetta er vinskap, þetta er svikráð, þetta er lygar og þetta er power, þetta er power struggle allan tíman.
og þú veist, editingið í þessari mynd maður, god fucking damn it sko. Og skorið. Trent Reznor og Atticus Ross ekki? Jú, það er ekki ekki. Jú, ég var að segja Atticus Finch, það er hérna To Kill a Mockingbird To Kill a Mockingbird. Já. Atticus Finch, nei, Atticus Ross. Geggja skor sko. Þeir eru nóskanum fyrir það skor sko. Alveg rétt. Vann hann fyrir handrit líka? Já, það var hérna Best Adapted Screenplay. Býtu, vann hann ekki besta mynd? Nei, það var fucking King's Speech. Alveg bara einhver mest að þvæla heimi. Já. Að hugsa sér að Tom Hooper vann best direktor yfir Fincher það ár. Það er bara... Ég hef ekki séð King's Speech. King's Speech er mjög allt í lagi. Hún er bara það? Hún er það. Hún er bara mjög allt í lagi, sko. Líka, hver er að tala um það mynd í dag? Engin? No. Ég meina, King's Speech er ekki að lista niðurum? Nei. Ok, Social Network. Ég verð að spyrja þess út í Jesse Eisenberg. Já. Af því að, sko, við hefum kannski eitthvað að tala um hann, en þetta er ekki leikar sem ég fíla. Mér finnst hann alveg góður í Social Network. Mér finnst hann svona gott casting fyrir þennan karakter. En eins og Lex Luthor og svona, ekki verið mig. Ég var aldrei hrifinn á Zombieland-dótinu. Nei. Hvernig finnst þér hann? Bæði þessar svona mynd, öðrum myndum sem leikari? Mér finnst Eisenberg, mér finnst hann fýtt leikari, sko, mér finnst hann er engin chameleon, fattur þú það, en þú veist... Finnst það skemmtileg leikari? Finnst það gaman að hóla? Half and half. Hann er svona, þú veist... Kannski. Hann er bara, þú veist, þú þarft að fá hann í rétt, þú þarft rétt hlutverk fyrir hann, fattur þú? Eins og til þessa mynd. Já, hann skín í gegn hann, því þetta er bara alveg, wow, ef það var, þú veist, var réttur maður hann, sko. Svo ekki spurning, þarftu leikstra eins og Fincher sem bara heldur vel utanum hann eða ég veit ekki? Nei, ég held ekki, ég held að sé bara, þú veist, hann er rosalega góður í að leika mjög specific típu af karakter. Sem er? Svona Zuckerberg-típan. Svona Zuckerberg-típa. En hérna, Social Network þetta var ógeðslega lengi bara comfort-myndum minn, ég myndi bara hafa hana í gangi bara ef ég þurfti bara svona oft ég var að skrifa ef ég vildi fá svona writers blood flowið í gang, þá myndi ég bara horfa á Social Network og byrja að skrifa eftir sko. Hún er líka, þegar ég horfði aftur á hana hún er 1,5 ár síðan eða 2 ár síðan ég sá hana ég átti hana á DFD og ég sá hana svona 2 svar bara svona í kringu 2010 ég fór hann í bíó, munið það og mér fannst hún geggjuð svo þegar ég horfði aftur á hana þá var hún orðin svona nokkra ára gömul þú finnur bara strax í fyrsta atriðinu bara shit, ég er að horfa geggjast bara I'm in for a ride sko. Já, og það er svo gæðið þú finnur fyrir því ég seti nefnt í podcastinu, þú finnur fyrir því að þú ert í góðum höndum Já, algjörlega Hvort það er mitt, góðu penni náttúrulega oftast vera leiksturinn, þú finnur bara ok, ég er mjög líklega að fara að horfa geggjaða minn Já og finnur það í þessari. Já, og það er líka svo, þú veist, það er svo gaman að horfa behind the scenes á, fyrir The Social Network, bara svona sjá hvernig Fincher er að vinna með þetta efni og þú veist, bara svona, goddammit, hvað hann skildi þetta vel. Og en það er líka bara við, Social Network, það er eitthvað svona, þú veist, hún er með svo gott vibe í henni og mér finnst hún eins og uppáhaldsmyndi mín, Zodiac, mér finnst hún, þú veist, svona líða, sko, því ég eiginlega hálf trú ekki þegar ég er komin að lokaðatri á Social Network, ég bara, wow, býtu, hvers flög tíminn eiginlega? En veistu hvað var við þessa mynd, eða þetta handrit, eða þessa sögu, sem greip Fincher, ég hef kannski ekki haldið þetta væri fyrir hann? Já. Veistu hvað var þetta bara geggja handrit og hann vildi bara gera það? Sko, Sorkin segir að, þeir voru að reyna að finna leikstjóra fyrir þetta, því þetta var náttúrulega Scott Rudin kaupir þetta handrita því hann lét Aaron Sorkin fá treatmenti fyrir bókina The Accidental Billionaires eftir hann ég man ekki hvað reyndöndur hann heitir í augnablikinu, goddammit, ég myndi alltaf Er það ekki Garfield, Gurin? Svo karakterinn sem skrifaði hana? Nei, þetta er þetta er rithöfundur sem er rosalega klárið þess, hann skrifaði líka bókina Bringing Down the House sem var að myndinni 21 Hann heitir ég ætla að svindla, ég ætla að IMDb þetta hérna hvað heitir hann? Þú voru brjálar því segina The Accidental Billionaires Ben Mesrick heitir hann
Er þetta rétt hjá þér? Já, Ben Mesrick. Hérna, Vel gert, Já, hann- rétt hjá honum, Aaron Sorkin, ég bara, Mind Palace, þú veist að fara þarna þess aftur. Mind Palace. Ok, og hvað var það að segja? Hann sem sagt, Vantaði leikstjóra, Scott Rudin kaupir þetta. já, sem sagt, Scott Rudin kaupir sem sagt film, eða svona kvikmyndaréttin á hérna hálfgerðu trítmenti sem Ben Mesrick er að vinna að varðandi þetta mál Facebook. Og hann sendir Aaron Sorkin það og Sorkin fara að lesa þetta trítment áður en það er gefið út sem bók og svo er alltaf bókin gefin út. Og hérna, svo er það að leita leikstjóra og hérna, ég held að var Scott Rudin eða einn af framleiðandurum sem hérna stingur upp á David Fincher af því þau eiga það inni svona hjá honum, þau eru með eitthvað svona picture deal við hann, þannig að þau geta bara, hei, langar þig að gera þetta. Já. Og hérna, og Sorkin er mjög mikið aðdáðandi Fincher, svo hann bara, já, það var náttúrulega draumar að fá Fincher, hann er aldrei að fara að gera þetta. En þau senda Fincher handritið og hann svarar næsta dag og hann segir bara, hei, mér langar að gera þetta. Og það sem seldi hann var opnunarsenan. Hann las opnunarsenan og hann var bara, ok, bara, mér langar að gera þetta. Já, maður sér ekki bara opnunarsenan, þetta er svo gott. Það er búið að establisha allt í þessar opnunarsenan, sko. Hún er líka bara filmuð svo beautifully, bara með Fincher, hann veit alltaf nákvæmlega hvað hann á að hafa fucking kameruna, það er alveg magnað, sko, til dæmis eins og þetta fyrsta close-up af Rooney Mara áður hún droppar bombun í samræðinu, sko, maður fattar ekki einu svona, wow, þetta var fyrsta close-upið. Ég líka bara, með Sorkin dialogið og þú blandar því sama við Fincher fullkonar orðuna og allt það, þá verður bara svo ógeðslega gott stöf til. Og já, líka bara, hann næri að setja svo mikla orku í handrit sem er nú þegar ógeðslega orku mikið. Já, 100%. Það er svo fyndið, það er samt einhvern veginn svo auðvelt að klúra þessu þegar maður skoðar þetta, sko. Að því, hvernig filmaru svona mikið af dialogsinum og gera það ekki, að því það er svo mikið, þú lest einhverja þessu sinum og hugsaður, þetta er bara point and shoot. En ekki Fincher. En ég man hvort ég hef spurt út í þetta líka, varðandi katalóginans Finchers, þessi myndir sem hann hefur gert. Ef þú þyrftir einhvern veginn að rankar, væri þetta þá Zodiac nr. 1 og væri það Social Network nr. 2? Það er góð spurning, sko. Kannski, nei, ég held að mér á top 3 væru Zodiac, 7 og Social. Já, þú myndir setja 7 fyrir ofan. Já, ég meina 7. Nei, ég spyr. 7 er 7, sko. Ég er enda rosalega hrifin á Gone Girl, sko. Já, ég horfði líka hana fyrir Finnsáttin og mér fannst hún góð, en þegar ég horfði aftur á hana, þá fannst hún ennþá betri. Já, hún er rosalega, sko. Og svo er með hann Girl with the Dragon Tattoo, vantar að sé hann líka. Já. Það hafa fáar myndir komið jafn mikið og óvart eins og svo mynd. Já. Að ég sá upprænlu með Numi og mér varst hún góð og ég skildi ekki alveg að finnst alltaf að gera eitthvað remake af því, mér fannst það hljóma svo óspennandi og ég var alveg búin að afskrifa þessa mynd. Svo sá ég hana og þá bara, já, auðvitað, David Fincher að gera þessa mynd. Geggjum. Það er ógeðslega góð mynd. Hún er mjög góð. Þú veist, ímyndar að þetta væri, ef þeir aldrei gert sænsku myndina, ég held að þessi myndi ranka herra. Algjörlega, sko, líka alveg bara Óskarnum var alveg rænt af henni, Rooney Mara, sko. Hún er geggjum. Hún er ógeðslega góð í Girl with the Dragon Tattoo. Ég var líka bara, ég var að taka upp daginn Nightmare on Elm Street þátt. Já. Og þú mættir að segja endurgjörna. Já. Drasl. Svo yfir soft spot. Það þarf að vera sér þáttur um það mynd. Hún er ekki góð, en come on, Jackie or Lady. Já, ok, aðeins að fara út í það. Já. Rooney í þeirri mynd. Já. Og það er ekki henni að kenna. Nei. Þetta er allt eitthvað svo flatt. Já, hún hefur sagt að þetta var myndir sem hún var næstu búin að hætta að leika. Hætta að leika? Svo fyndið mitt, ég var búin að gleyma mitt að hún er auðvitað í Social Network. En svo ætlaði hún stærra hlutur ekki í Girl with the Dragon Tattoo bara árið setna. Já.
þá sér maður bara, já, ok, þetta er geðveik leikona. Já, hún er Það er ekkert að markandilega nætum á elmsýtmyndina, þetta er geðveik leikona. Þetta er geggjuð í Golden Dragon 2. Já, en aftur að sorry, það er tangent í það. Já, það er bara gott, sko. Bara svo lengi sem við höldum okkur verðni. Reynum alltaf verðni. En með Social Network, þetta var lengi bara mynd sem ég bara elskaði að horfa á. Ég lærði líka bara mjög mikið screenwriting í gegnum hana. Ég á bara svona, þú veist, að því þetta er svo mikið bara fólk í herbyggjum að tala og ég bara, Jesus Christ, hvernig gerum maður þetta svona fascinating og þú veist, svo fór maður að lesa handritin. Funnily enough, Social Network var blind buy hjá mér, sko. Já, á sínum tíma. Já, back in the day, sko, keypti hann bara randomly á DFD, sá David Fincher. Já, þú veist, mæntanlega þekktir hann mitt. Ég vissi hvað David Fincher var á þessum tíma, ég vissi ekki hver Aaron Sorkin var. Já, nei. En eftir að ég sá Social Network, þá fór ég að horfa á allt stöfið hans. En það eru Sportsnight ennþá bara með mínum uppáhald sjónvarpsþáttum ever, sko. Já, ég held að þú hefði nefnt það ekki. Já, þeir eru geggjaðir. Sportsnight. En það er búin að gera helling. Já, en það er bara eitthvað við Social Network, það sem þú svona, þú veist, þú honestly, það sem er svo ógeðslega spennandi við hana er að hún tekur enga hlið. Góð punktur. Þú veist, þetta er ekki alveg, nei, þú veist, þessi mynd er sögð að við að vera með honum Zuckerberg í liði eða Edward Severin eða Winklevoss-típurunum. Við fáum að sjá nákvæmlega allt þar á milli og þetta er svo, þú veist, þetta er svona góð beinagrind af Succession. Þú veist hvaðan allir er að koma. Já, algjörlega. Svo náttúrulega, þeir hafa verið að finna, sko, því þú talar sem mynd núna, Sorkin hefur verið að tala bara nýlega, bara fyrir stuttu, að gera kannski aðra. Já. Að það er svo margt sem hefur skeð auðvitað eftir atburður sem gerist í Social Network. Já. Það gæti alveg verið áhugavert. Já. Og ég myndi að fengi þetta Dream Team aftur. Já, þeir ætluðu náttúrulega að gera. Eisenberg, Fincher, Já. Sorkin, Timberlake. Hann er svo góður í þessari fokið mynd, sko. En þetta lék hann ekki samt Nafnstökurinn. Hvað heit hann? Sean Parker. Sean Parker. Ég veit náttúrulega ekki hversu mikið hann er í Part 2. Nei. Gætum við dróðan minni. En áhugavert, þú veist, þegar að tala um þetta í dag, þegar núna, segir, 2010, það er ákveðin tími liðin, margt búið gerast. Ég get ekki fengið Winklevoss típurinn aftur, þetta er ríkast hann. Fá bara Josh Penn eða eitthvað. Nei, fá bara Hammer. Funnily enough, fyndið samt hvernig þið gambla á rangan hest þar. Að því Armie Hammer, hann leikur náttúrulega þessa típura. Hann er góður í henni. En það var, já, hann er amazing. Hann er góður í henni. Ég hef ekkert út á hann að setja sem performer. Ekki heldur. Hann er amazing í þessari mynd. Að finna við fáum að sjá hinn leikaran í einu atriði í Social Network. Því þetta eru 2 leikarar, en náttúrulega að Hammer leikur á báðin. Það var eitt sem var svona stand-in og leik með honum. Síðan náttúrulega Hammer superimposaður yfir. Seamlessly gert, maður. Býtu, var það gert þannig? Já, bara með dots. Lék hann ekki bæði? Jú, hann lék bæði, en það var annar leikari sem var með honum líka, fattur þú? En er það bara superimpósað bara andlit af Armie á líka möðurum? Nei, ég trúi því. Skilur hvað ég er að fara? Það var annar gæi sem var með svona dots á sér, sem var líkaminn og þeir myndu leika til skiptis og síðan er andlita á Hammer sett yfir og hann myndi sem sagt, tala yfir það og eitthvað svona. Já, ok. Það er vel gert maður. Svaka prósess, sko. En sá sem lék hann, ég held að hann heiti Josh Penn, hann sést í einu atriði af Social Network, pínu litlu cameo, því hann alltaf, þú veist, hann fekk ekki mikið hann heila fórna rosalegu krediti, sko. Hann er í litlu cameo sjálfur í Social Network sem alltaf bara hann. Og maður hugsar, þessi gæði hefði getið orðið súperstöma. Ég bara lúk hjá hann. Nei, veist, að því Armie Hammer alltaf fær... Já. Ef hann hefði fengið að leika Winklevoss týpur, ertu þannig það? Já. Veist, að þeir voru með hann allan tíman. En kom það ekkert til greina? Nei, en ég er að segja, þú veist, núna út af hvað varðum Armie Hammer, þau hugsa núna... Já. They gambled on the wrong horse. Shit, ég er ekki að fara að þylja upp alla sögun Armie Hammer. Nei, þurfum það ekki. Shit. Hann er öflugur í þessari mynd, sko. Mér þátt hann rosa góður. hann er amazing. Það er líka svo gott þegar Aaron Sorkin vinnur Óskarinn fyrir handritið. Þegar hann er að þakka fólkinu sem vann á myndinni, þá þakkar hann Armie Hammer 2 þegar leik týpura.
Hvað finnst þér ég held ég aldrei spurt að þess heldur, hvað finnst þér þegar leikar að leika svona tvíbura? Minnst það ekki það því. Eða þú hefur gaman að því? Já. Ég meina, bara ég meina, það er alltaf bara, þú veist, það væri fyndið að þið gætu alltaf bara fengið actual tvíbara sem eru líka leikarar. En hvað þú fengið tvíbara þar sem bara einn er að geggjaðu leikari? Já. Við réðum þið bara út á lúkinu. Já. Einmitt sem ég var að spyrja út í, sorry, ég að fara aðeins út fyrir efni, þetta tengist svona einn leikar leika önnur hlutverk. Já. Multiplicity. Keaton? Já. Hvaða love supergúin. Ég elska Michael Keaton. Mér þykir rosa vænt Multiplicity, en því hann leikur nokkra skilur, mér varst að gera drullu verð. Já, ég minn þetta er Michael Keaton, þannig að the man can do no wrong. Það er enda rétt. Ok, Social Network, geggjuð. Já, var hún í alveg nált að komast á, ég er ekki að draga okkur gæðum, en var möguleika sín tíma hjá þér, þú gerir top 10, að vera með 2 Fincher-myndir. Já! Það er bara þessa mynd, það er bara Fincher kann að gera myndir sem hafa sterk áhrif á mig. Sorry, Óli, ég ætla að spyrja hennu, en hvað þú með það fyrst? Ég var bara að segja, en þú veist, ég þurfti að fórna Social Network, ég vildi ekki á sama leikstjóra. Nei, ég skil ég. En þá verði ég að spyrja aðeins stutt út í einu mynd. Ok. Fyrst við erum líka bara, þetta er þetta opið topic. Ok. En myndin sem ég er að spyrja út í er byggð allan á teiknum þessu. Ok. The Killer. Við hefum ekki rætt hann almennilega í podcasti. Ég var með hrifun af henni, ég er búin svona 2 svar. Já. Þú varst ekki þar hrifun af henni? Mér fannst hún fín, sko. Hún er svona, heldur fyndin. Ég meina, fannst þér Fassbender ekki góður í henni? Jú, Fassbender hann er alltaf snill, sko. En varstu fyrir vonbröð? Því að þú ert mikill Fincher-maður. Nei, ég var eiginlega ekki fyrir vonbröðum, sko. Ég náttúrulega horfa á hana fyrst, sko, á vakt. Ég hef ekki séð hana síðan, sko. En ég var bara svona, ég vissi bara ekki hverju ég var að búast við, sko. Já. Ég skilji, ég sá hana svolítið seint, eða svona seinna, þá vorum margir búin að sjá hana og þess að bara góða vinir mínir verið fyrir miklu vonbröðum. Já. Þannig ég auðvitað hefur það áhrif á þegar maður horfir sér loksins á mynd. Já. En þegar ég ítti á play á Netflix á þessar mynd, þá ég man þegar myndi kláraðist, bara, mér fannst þessi bara drullu góð. Og ég horfði aftur á hana bara svona 2 dögum seinna. Já. Sýndi í kærustunni myndinni, því að hún er gaman að henni. Þá fannst mér bara eiginlega bara gegg, sko. Já, ég þarf alveg að taka endur á, sko. Mér finnst hún alveg mjög góð. Mér finnst bara gott að siðblindi og kaldri við að morðingin hlustar á The Smiths. Ég elska það. Þú veistist bara hlusta á The Smiths. Já, ég meina, ef ég þyrst að hlusta á Morrissey 24/7, þá er ég líka morðingi, sko. Já, ég ætla að meðlum að fólk tjekkja á henni. Hún er alveg Fincher-leg. Já. Lúkja á henni og sérðalæti David Fincher-mynd. Mér finnst bara ógeðslega fyndið. Hún er svo darkly fyndin og hún svona fer gegn öllu að því hann er svo mikill professional, en það er svo gott að mér finnst eins og þegar hann er að brjótast inn til gæðins og hann bumrushar hann, mér finnst það svo gott, það er eiginlega bara svona Looney Tunes í þessu. Fannst þetta hallaslega? Nei, bara þetta brýtur allt svo upp og svo fyndin átt, bara þú veist að því hann er svo ógeðslega með þátt eitthvað, hann er að fara ekki inn í prósessin og svo er bara gæði sem jumpar hann. Já. Það er svona, húmorinn kemur það, sko. Það er líka bara ógeðslega flott atriði. Já. Ok, Óli, höldum áfram. Því nummer 3. Mín nummer 3. Ég ætla að taka núna, ég ætla að geima, ég er með smá wildcard. Ok. Og það var ekki wildcard eins og Abraham Lincoln var wildcard. Ég ætla að taka hérna. Er þetta annan forseta? Nei, reyndar ekki. Ég ætla að taka mynd, nú ætla ég að herma þess að þér. Ok. Þetta er mynd sem komst næst á top 10 listum. Ha! Óli. Þetta er mynd sem er byggð, ég er nokkuð sem hún er byggð, ég doppeltjekkaði ekki fyrir hann lista. Hún er byggð á graphic novel. Og þetta er bara eina mínum uppáhaldsmyndum. Ok. Og jú, ég hef nefnt hana áður í þessu podcasti, maður langaði bara að hafa hana með, við öllum í þennan þátt, og þegar þú stakst upp á þessu og ég fór svona að hugsa myndir sem kemur til greina, þá hugsaði mér, ok, ég ætla að nýta tækifærið, velja hana
af því að hún endaði ekki topp 10 listanum okkar, topp 10 þættum okkar og við vorum líka búin að við vorum sammála um það að við myndum ekki verið neitt svona honorable mentions í þeim þætti. Já. Þannig að ég gæti ekki nefnt hana þá. Ég ætla að nefna núna, þetta er mynd sem er alltaf þótt ógeðslega góð, vanmetin og þegar ég horfði aftur á hana, það er kannski bara svona ár síðan. Já, ég hugsa þessi ár síðan og ég skrifaði mér svona niður þá í síðan minn. Bara top 10 must. En svo breytist það. Ég gerði sér top 10 listan. Það finna ég lít núna tilbaka á top 10 listan eða top 10 þáttur sem við gerum. Og langar að breyta ykkur. Það er svo fyndið mér langar að breyta honum þegar við vorum búnir að taka. Hvaða mynd hefur þið tekið út? Ég segir það eftir. Ok. Ég veit ekki hvað myndir ég hef tekið út en þú veist, það var bara svona alveg svona, þessi hefði kannski þetta verið einu fyrir ykkur. Það er endast að hugsa. Gerum bara annan eftir nokkur. Við gerum annan eftir nokkur á. Þegar bíóblaður er 10 ára þá gerum við annan top 10 það. Allavega, þetta er mynd sem að mér langar að hafa lista, mér er svo gaman að koma í smá svona intro og ég ætla að lefa þér að gíska. Hún er frá 2002 og 2002? Mér fannst hún eða bara svona glæpsamlega vanmetin. Og já, ég held að myndasagan, ég held hún sé bara með sama titil. Ég held ég sé með þetta. Þú fær mikið props með þetta. Er þetta Road to Perdition? Þetta er Road to Perdition. Yes. Vá, vel gert maður! Óli! Það var bara, skanninn fór í gang. Þú sagði 2002, bara svona Matrixum mitt fór í gang. Vel gert! Þú fegst ekki sem leikstræðinni. Nei. Þetta er mynd sem að ég fór í bíó á sín tíma. Já. Og ég meina Sam Mendes er leikstræður sem er fyrst flottur. Já. Og mér varst American Beauty aðeinsleg. Já. Og svo kemur Road to Perdition og þetta náttúrulega gerist á einum af mínum uppástíðabölum, bannárunum og Prohibition mynd og auðvitað alltaf fíla Tom Hanks og allt það. Paul Newman maður. Paul fucking Newman. Og líka bara kvikmyndatakan í þessari mynd, Daniel Craig, þetta er eitt af hans svona fyrstu hlutur sem ég sá hann í nokkuð sem það, ég hef bara búin að sjá hann í Tomb Raider. Já. Það líka vondakallin þar, einn af hana, eða svona, ekki svona vondakall í þeirri mynd. Og hann leikur algjört ógeðna, Jude Law er líka leikari sem ég þykir rosa væntum. Já, ég elskar Jude Law. Já, það elskar Jude Law, ég þykir rosa væntum hann, það er skemmtileg leikari. Hann leikur alveg skemmtilegt ógeð í þessari mynd. Já. Og stærst ástæðan fyrir að hún náttúrulega komst á top 10 lista minn. Þetta var rosalega mikið feðgamynd. Já. Og núna var ég að horfa á hana, eins og ég segi, fyrir kannski árið síðan. Fyrsta skipti eftir ég egnaðist son. Já. Og það er svo gaman hvernig myndir námanni bara öðruvísi. Og það er ekkert endilega eignast börn. Það er bara, þú er búin að gangi gegnum eitthvað, verða ástfangin, lendi í ástarsorg, eitthvað. Svo horfur eitthvað á bíómynd sem bara hitti þig öðruvísi. Já, ég er sammála. En þegar þú sást hana kannski í fyrst skipti. Algjörlega. Og í þessu tilviki var þetta samband, eins og ég segi, þetta eru feðgar. Og mér finnst það svo falleg saga, það er, hún er alveg sorglega köflun líka. Já. Og alveg svona dark stuff sem gerist í henni. En eins og þegar strákunurinn spurður út í sonur Tom Hanks, sonur Michael Sullivan var sonurinn minni mig. Ég maður ekki alveg. Allavega, þú er búin að sjá hana ekki. Já. Og hann segir þegar fólk spyr mig, hann narreitar svona partamyndinni. Já. Hann segir þegar fólk spyr mig, þú veist, hvernig er pappiðinn? Og hann var morðingi. Já. Pappa hans náttúrulega. Og hann segir bara eitthvað, það sem ég segi bara fólk er að ég segi bara, þetta er bara pappin. Já. Þú veist, þetta er bara pappans. Já. Og svo tenging sem að börn eiga við fóreldra sína er bara svo svakalega sterk. Að þrátt fyrir alla hans galla, og hann er svona stóri gallar, morðingi, hann vann bara sem svona enforcer og er henni bara lögumunni fyrir glæpafjölskyldu. Það var alltaf pappans. Já. Og þetta svona, þetta ævintýri sem þeir lenda í, fyrst sem bara geðveikt. Paul Newman í þessari mynd, ég meina, það er atriðinni þegar hann lemur svona í borðið, það er Daniel Craig leikur sonans.
þú sé mér gæsóð, bara leikhæfilegan sem í gangi í þessari mynd, bara, og eins og sé myndatakan, þetta bara... Já, cinematography þessari mynd flawless, sko. Gæðið cinematography, bara, og Thomas Newman, ég elska Thomas Newman. Áhugavert casting á Tom Hanks fyrir þennan karakter. Mér finnst það virka. Já, ég er ekki að segja það, mér er þetta bara rosalega áhugavert. Það er áhugavert. Þetta er svona, Já, þetta er áhugavert, algjörlega. Þetta er svona hann. Já, ég hefði aldrei kasta hann í þetta hlutverk. Nei, enga veginn. En mér finnst rosa gaman að sjá hann þarna. Já. En það að því Tom Hanks er svona, hann er svona leika, að þið getum vænt Tom Hanks. Já, America's Sweetheart. Já, þú veist, ég trúi því ekki að þessi fólk að úti sem fíla bara enga Tom Hanks mynd. Nei. Skilur það lítur að einhver Tom Hanks mynd sem þú fílar. Já. Hvað sem það Saving Private Ryan, Forrest Gump, Green Mile, whatever. Lítur að allavega ein mynd sem þú fílar. Já, það er líka svo fyndið, hvað hittur náttúr hérna Carly Rae Jepsen, svo sem gerði þarna lagið þarna. Já. Hvað heitir lagið? Það heitir hérna, viðstu það, ég hlusta ofta, Call Me Maybe. Já, Call Me Maybe. Það sniðast sem hún gerði var, hún gerir annar lag sem heitir I Really, Really Like You, eða ég held að lagið heitir bara Really Like You. Music video af því er svona one take, nei, það er ekki one take, en music videoð er mann að fara í gegnum rútínur sína og þetta er Tom Hanks og hann er bara lip-synga. Hversu cool ég sá ekki vídeoið, en ég vissi það. En málið er, þetta fekk hún Tom Hanks. Þú veist, það er svo að því, þetta er einhvern veginn svo, þetta virkar svo miklu meira wholesome út af þetta Tom Hanks. Já, algjörlega. En þessu er líka gaman, af því að við þekkjum hann kannski best sem góði gæinn, eitthvað svona lovable gaur. Forrest Gump. Já, þú veist, bara, Forrest Gump, að sjá hann sem þessi karakter. Mér fannst það bara gaman. Já. Með Tommy Gunnið. Já, og er líka, þú veist, Lína sem hittir mann harðar en hérna, I'm glad it's you. Gæsó! Yeah! Óli, og það atri líka bara í rigningunni og mér finnst það ógeðslega góð mynd. Hún er svo góð. Hún er ógeðslega góð og bara líka Jude Law er svo miklu stuðinni. Mér finnst það, þú veist, hann með tennunnar sínar eitthvað og hattinn sem hann er með og brosið og mér finnst það vannmetinn leikari. Jude Law? Já, ég elska hann sko. Já, þú veist, ertu saman og að sé að einhver leiti vannmetinn þó að hann er búin að vinna lengi og í alls konar myndum. Já. Mér finnst hann er drullu góð. Mér finnst það mjög vannmyndin. Mér finnst eiginlega bara svona, honum vantar svona hlutur ekki til að stimpla sig. Hann hefur kannski aldrei fengið það, svona eitthvað alveg bara... Nei, að því þú veist eins og þú sér Karl Urban var það lengi. Þú þekkir Karl Urban, en hvaðan? Þú veist, já, hann var í Lord of the Rings, hann var í Star Trek, hann er í þessum Marvel-myndum, hann var hérna. En núna, hver er Karl Urban? Já, hann er alltaf Butcher bara. Billy Butcher. Þú veist, Jude Law vantar þetta. Þú veist, maðurinn fekk að leika Dumbledore en það er enginn að fara að segja, já, Dumbledore. Fattar mig? En kannski lendir hann í því, bara sem Brian Cox. Já. Bara eitthvað, ég meina, Succession. Já. Hvað hann hafi verið gamall þegar hann byrjaði í þeim þáttum. Einmitt. Þannig að kannski eftir 30 ár þá kemur eitthvað Jude Law hlutar. Nei, mér veist, þetta er alveg rétt sér, hann er aldrei átt svona kannski eitthvað svona breakthrough, af því hann er alltaf góður. Já, hann skilar. Þú veist, að bara, ég er að hugsa einhverja mynd sem ég fannst hann lélugur í. Já. Nei, hann er ekki... Með þess að Repo-Man, hugsa ég hana. Já. Þú veist, ekkert merkileg mynd. Nei. En Jude Law er góður. Hann skilar. Þú vil ég að fíla að þú er Jude Law klapsýra. Já, ég var nú ég leiði það nú svona ganga fulland, sko. Ég var að horfa á The Holiday. Er hún léleg, ég ekki sé það? Holiday, oh my god, hún er æðisleg. Ég elska Já, hún er æðisleg. Ég elska The Holiday. Hvað varst það að ganga langt, meinur? Já, því ég var að horfa á, þetta er rom-com-mynd, þetta er Nancy Myers og svona. Þú ert að horfa á þessa mynd og ég er að horfa á þessa mynd með Iðunni vinkonu minni. Og það er atriðið þar sem Jude Law, hann er bara að tala við Cameron Diaz eða eitthvað. Cameron er bara svona á honum og á fullkomna andlitun hans og ég segi uppátt bara svona mjög óumbyggð, það var enginn að tala meðan þetta atriði var í gangi nema karakterinn í myndinni, en ég segi bara hann er gorgeous. Hann er það. Þetta er sann saga.
Hann er gorgeous. Þetta bara datt út um mér, ég held að ég var hrifnar á honum en kameran, sko. Ég meina, hann er alltaf góður. Já, hann er Þetta í hug eitthvað hlutir sem hann er leikið, það sem þér fannst bara svona. Nei, ekki fljótu bræði, sko. Ég get ekki heldur. hlutverk sem mér varst hann ekki góður, sko. Þú veist, hann er geggjaður í Closer. Já, hann er Mér finnst þetta bara geggjuð mynd. Yeah. Ok, Road to Perdition er mitt pick. Mér finnst það bara æði þessi mynd og já, eins og ég segi, bara eftir sá hana núna eftir ég var faðið sjálfur já, hún bara ég táraðist yfir henni núna, sko. Já, ég trúi því. Þetta er bara svo mikið í henni, svo náttúrulega líka þetta fólk sem að þau hitta hana gömlu hjónin og sem svona hjálpaði þeim hann á tímapunkti. Já. Það er ógeðslega cool, svona alltaf geggi konar endar og svona. Og já, bara Thomas Newman bara skorið maður. Þú veist, ég hlusti bara á það, sko. Já. Bara Spotify. Nice. Þetta er svo flott, þetta er bara geðið kvikmyndatónlist. Þannig já, það er mitt pick. Óli, hvað ert þú með það næst? Það er númer 2. Önnur mynd sem komst ekki á top 10 listanum var mjög nálægt. Ok. Síðasta meistarverki hans Tim Burtons. Að mínum að þú. Rosalega vann með Dark Shadows. Nei. You wish. Þetta var grín. Síðasta meistarverki hans. Já. Þetta er Big Fish. Þetta er Big Fish. Já! Ég var ekki alveg viss. Það er bara hárið þetta öður. Big Fish, ok, það er mynd sem ég þarf að ríða hann upp. Wow, ég held að ef þú horfir á hann núna þá þetta eftir að fara sko ögli grænja, sko. Er það? Ég sá hana bara á sínum tíma. Já. Ég er ekki 2003. 2003. The Big Fish, og er ekki vinið þinn í henni? Jú, Jú. Hann og ég held alltaf að Brian Cox sé inn og svo er það hingað inn. Albert Finney, thank you. Ok, kottum með það. Big Fish. Þetta er mynd sem ég er alltaf þótt rosalega vænt og to this day er þetta eina myndin sem ég græt alltaf yfir. Ég fann sé hann oft, sko. En þegar hún er að klárast, við erum ekki að tala um nokkur tár, Hafsteinn. Ég er bara, sko, ég þarf alveg að vera hérna og bara Þetta öskur, ég er bara sniffing and whining and crying, sko, það er bara hún fer alveg í mig, sko. Shit. En það er því, ekki út af sorg, þetta er bara, þetta hittir svo, þetta er svona, ég er að ögli gráta frá fegurðinni, sko. Og það er svo fyndi ég, svo góð sögum með þessari mynd, að því, ég var nú ekki mikið þekktur sem, þegar ég var, ég tók mér rosalega alvarlega sem úlingur eins og allir úlingar gera, og en ég hef nú alltaf verið þekktur í eigum fyrir það að elska bíómyndir og vera svona rosalega stone cold þegar ég horf á myndir, ég get hort á allt og bara eins og Pokerface og Robot og eitthvað. Og en það voru nokkri vinur mínir og ég ætla að nefna þið núna, veit ekki eins og hvort þið horfa að þetta ekki, þetta Alex, Alma og Telma, og við myndum stundum horfa á myndir saman og það var svona við vorum með movie night og það var alltaf, það var ekkert oft, það var kannski 2 í mánuði, en það skiptist alltaf á hver mátti velja mynd. Já, ok. Alex vilja þessa og svo næstur að horfa á það vilja Alma og síðan Telma og síðan ég. Og maður myndi bara svona eiginlega svolítið svona velja bara hvað manni sjálfum fannst gaman, eitthvað svona sem maður vildi sína vinnu sínum. Ég valdi aldrei Big Fish. Funnily enough, hún kom einhvern veginn upp til tals þegar við vorum að tala um Ewan McGregor og ég var með Inga Þóru sem er einn af mínum albestu vinum, sko, og við vorum hann öll saman og ég sagði að það er eina myndin sem ég græti yfir og Alma og Telma, þær voru kjafta, þú grætur ekki við myndum og ég bara, Big Fish, menn ég er að segja það er bara þessi mynd skemmur mig, sko. Og þær vildu bara fá sönnun fyrir þessu, þannig að næst einn þeir átt að velja mynd fyrir næsta movie night, þá komur reyndar Ingi með okkur og við horfum á Big Fish svo þegar hún er að vera búin, það er örugglega hægt að gera svo gott svona comedy atriði úr þessu, en þegar þær líta við, þá er ég með kotta í andlutinu og Ingi Þór að hugga mig að bara sjáu þið hvað þið gerðu. Hann var ekkert að ljúga, þetta er satt. Það var ekki bluff. Og er það bara út af fegurinn? Ég maður lítið eftir þessa mynd, bara því miður. Big Fish fjallar sem sagt Ewan McGregor. Sem sagt, hún gerist í 2 tíma, hún gerist í nútímanum á fortíðinni. Og Albert Finney, ég er búin að gleyma hvað helvitis karakter hans heitir. En ég skal segja hann er rosalega þekktur fyrir það að Ed Bloom. Ed Bloom,
Já, Ed Bloom, hann var alltaf þekktur fyrir svona tall tales. Hann myndi alltaf segja syni sínum, sem leikinn af honum hérna, Billy Crudup, held ég. Hann var alltaf að segja hann sögur þegar hann var yngri, frá Nord sem hann hitti og svona risa og sirku sem hann var í og eitthvað svoleiðis. Og þegar hann fór í stríð og hitti síðans týpurana og eitthvað svoleiðis, hann myndi alltaf vera með svona svaka tall tales. En málið svo þegar Billy Crudup núna honum fullorðinn, það eins svolítið aftengdu sambandið við pappa sinn, sko. En málið að pappans segir sögurnar ennþá alveg eins. Þú veist, og Billy Crudup veit, þú veist, alveg pabbi, þú veist að íkja þessa sögur. Þú veist, það var engin risu og það var engin Nord sem þú hittur og sagði þér nákvæmlega hvenær og hvernig þú myndir deyja og, þú veist, og þessi Nord var ekkert heldur, þú veist, hann segir að Nordnin sem hann hitti þegar hann var barn núna önnur fígúra í sögunum, sko. Og þú veist, eins og hann hafi aged in reverse og eitthvað svona. Þú veist, hann ekkert að kaupa þetta kjafta og þegar hann hjálpaði gæja við bankarán og eitthvað svoleiðis. En hérna, hann bara, pabbi, þú verður að, þú veist, þetta eru bara sögur. Af hverju þetta segja þetta ennþá eins og þetta sé staðreynd. Og hann þolið það ekki, en svo verður pappans svo veikur, sko. Já, hann talar alltaf um hann stóra fisk sem hann veitti með hérna giftingarhringin. Hann sagði hérna, hann hefði veitt risastóran fisk sem hérna hann notaði sem sagt giftingarhringir sem til að veiða einhvern risa fisk og veitti svo og slefti fisknum út í tjörnina og eitthvað svoleiðis. Og hann bara löngu hættur að trúa þessu strákurinn, sko, því hann alltaf fullorðinn og vinnur bara venjulegt jobb og svo verður pappans svo veikur og hérna og pappans alltaf að segja this isn't how I go, hann bara búin að ákveða, hann veit nákvæmlega hvenær og hvernig hann mun deyja. Og Billy Crudup endar á því að vera svona að heimsækja þessar sögur aftur og færa svona heyra þær og þá fáum við svona smá svona Alice in Wonderland, þar sem við fáum þessi flashback af Ed Bloom, leikinn perfectly af Ewan McGregor og þetta allt svona, þetta virkar allt eins og tall tales, eins og þannig að hann sá eiginkonunum sinni í fyrstu og heimurinn stoppaði en bara nema þau tvö og síðan fór allt í og hérna en síðan í endan þá hérna spoiler bæði spoiler fyrir Big Fish það þarf að útskýra þetta þannig að horfið á Big Fish komum svo aftur hingað en í endan þá hann að heimsækja pappa sinn á spítalanum og pappans getur ekki talað en hann biður hann að segja sér hvað að gerast hann núna að láta son sinn vera sögumannin hann að segja segðu mig hvernig ég að fara og Billy Crudup, sonar hans, hann segir sjálfur svona tall tale bara, alveg, þú hættir allt í hann að verða veik og þú sprettur upp á fætur og við flúðum af spítalanum og eitthvað svona og við vorum í umferðarteppu en risin sem þú þekkir kemur á brúna og ítir öllum bílunum og eitthvað svona og segir síðan að hann heldur á pappa sínum og hann segir ég fer með það tjörninu sem þú veitti fiskinn og það allir sem þú voru á æviðinni þekkti allir eru tilbúinir að kveðja þig, það engin sorgmætur, það allir bara svo glaðir að sjá þig og svo setjið ofan í tjörnina og þú syndir burt að því þú ert orðin a big fish og svo segir hann og hann segir hann segir that's exactly how I go og svo deyr hann Shit, ég verður að horfa á þessu mynd og þegar hann deyr hann þegar allt verður þögurt og Billy Crudup situr hann yfir pappa sínum sem dó núna við að heyra svona sögu fyrir svefn hluturkinn öfug ég howling ég bara en ég var alveg, þú segði frá þessu ég var alveg bara andað alltaf já, þetta er svo bara the emotional manipulation sko. þetta alveg bara, þetta tuggar at your heartstring en það besta líka þegar þið fara síðan í jarðaföruna þá byrja hægt og rólega svona fígururnar að byrtast en slightly öðruvísi eins og hann sér síðans týpuruna, hann alveg en síðan, þau voru bara týpurar það sem hann ítti var að það voru síðans týpurar já, ég með rámaði það sko já. Ég held bara sko, ég sé hann í bíó já. Og svo ekki 2003 Jú. Í tvítur já. Ég held svona með okkur að lýsa þessar mynd ég held ég myndi kunna meta hana betur í dag ég myndi ánægt, ef þú horfar hana einhvern tímann á næstunni
bara sendu mig skilabóð eftir á, sko, þessi, Ég skal reyna að taka hana bara fljótlega. já, að því bara ég er ekkert að djóka, sko, ég hef ekki hort á þessa mynd núna í mörg ár, en hérna, það er svo fyndið, bara alltaf þegar ég horfa á hana, ég græt og svo fyndið, svo sýndi ég bróðum mínum þessa mynd, Já. nákvæmlega saman gerst og við vorum báðir bara Grenjandi. Já, en það er því ég sá þessa mynd á svo rosalega svona, ég sá þessa mynd fyrst á hérna pínu viðkvæmum tíma hjá mér, sko, því ég sé þessa mynd stuttu eftir að afi minn deyr. Já, þá er ég ekki hissa á að Já. þetta hafi snerti. Já, en þú veist, ég skil fyrstu svona tvöskiptin sem maður horfur á þessa mynd, en hún gerir þetta ennþá við mig, sko. Það er þetta magna. Já, ég tengi karakterin Ed Bloom eða þú veist, eldri Ed Bloom alltaf við afa minn núna því að ég hef alveg fengið að heyra nokkra flotta sögur með afa minn, sko, þannig að ég svona leiði mér að ímynda mér að hann var alltaf fullur á svona tall tales og einhverju skemmtilegu, sko. Já, hann var rosalega sögukall, sko. En það var einmitt, en það er líka að finna þér að þú veist, það er svo mikið eitthvað svona history eins og eitthvað sem hérna, ég lærði afa minn til dæmis, ég sá alltaf sko á einni hillu í gamla, hérna, í stofunu uppi í gamla húsinu hennar þeirra og afa sem alltaf, þú veist, þau eru bæði dáin núna, en hérna, það voru alltaf bikar eftir bikar á þessum hillum og ég spáði aldrei í hvað þetta var, en svo skoðaði ég deininni, allt fyrir Bridge. Apparently var hann bara the man þegar að koma á Bridge. Hann var bara the shit í Bridge. Gekkja maður, það er líka gaman að með eitthvað svona persónlega tengingu. Já, ég get alltaf svona, þú veist, og það eru bara svona ákveðna minningar sem ég er alltaf með valandi á, fyndið samt, ég get alltaf heyrt röddina hans ef maður langar það. Það er til YouTube-myndband þar sem var verið að fara yfir hérna eldgosi í Eyjum og í því interspersaði gamalt viðtal við á, þannig að ef maður langar að heyra röddina hans þá get ég alltaf fundið þetta YouTube-myndband. Það er svo magnað maður, ég hef oft hugsað það sem við erum að gera núna. Já. Þetta er alltaf menningar sem við erum að skapa. Þáttum. Algjörlega. Og þú veist, það er alltaf, þú veist ekkert hvað þú verður til 20 ár. Nei. Getur þess að við komum með 3 börn, skilurðu? Já, akkurat. Að geta það, ég myndi hugsa þetta með hérna, þú veist, stráki minn og strákana mína, Já. Ég var alltaf vonað öðru barni, að þeir muni geta hort á, eða hlusta Já. á mig, eða þeirra áhugaði, Já. tala eitthvað sem ég alltaf elska, Já. og sjá bara, þegar ég er að kynnast og eignast nýja vini. Já. Skilur, það er alveg freka magna. Já, ég hef myndi hugsað þetta stundum hérna litlu frænku mína, hana Jóna Björk, að því hún er alltaf að horfa á Disney myndir og svona, hún er rosalega söngfugl. Mjög fyndið. En þú veist, ef hún verður einhver svona bíónött í framtíðinni eitthvað, ef henni langar að vita meir Óla frænda, bara, já, hérna. Ég ímynda þær alla klukktímana. Já. Sem gæti hlusta á. Einmitt. Með því. Það er svolítið magna. Það er rosa magna maður og ómetalegt. Já. Ég held maður gerir sér ekki almennilega grein fyrir, ég ætla að hugsa ekki út í því við byrjaðum með þetta podcast. Nei. Að við erum að skapa svo mikla, sko, þú veist, að liggja þetta næstu svo dagbók, sko. Já, algjörlega. Í vídeoformi eða hljóformi og geta átt þetta, ég var allan á YouTube og þetta verður aldrei lagt niður, Nei. þetta verður alltaf aðgengilegt. Þú veist, hversu cool verður líka bara fyrir okkur eftir 20 ár. Kíkja, já, hei, þarna voru ungir. Þú getur sagt að þarna voru ungur, ég var aðeins yngri. Já, það er gaman að sem var. Big Fish, ég þarf að tjekka aftur á henni. Mér langar bara að horfa hana núna. Já, vanmetnasta soundtracki hans, Danny Elfman. Já, hann er með skorið í þeirri mynd. Það er svo gott, svo gott. En finnst þetta síðasta mistarverk? Mér finnst Sweeney Todd góð það ekki. Mér Sweeney Todd, geðveik. Ok, hjúkat. Ég elska Sweeney Todd. Ég líka, mér finnst hún geggjuð. Fá að myndu komið jafn mikið óvart eins og svo mynd. Já, en Big Fish er svona, þú veist, ef maður er að telja meistarverkin hans Tim Burtons, það er svona, þú veist. Hvað eru þau mörg? Hvað? Að þínu mati, þú segir mistarverk. Ed Wood. Ed Wood. Big Fish. Svo Beetlejuice. Já. Nei, hún er ekki ekki. En þú það setur hún alveg þar. Það er ekki til önnur mynd eins og Beetlejuice. Ertu spennt fyrir 2? Já. Ég meina Michael Keaton.
Já. Ég þarf ekki að heyra meir en it's showtime og ég er góður, sko. Ok, þá ættu umorðspurninguna. Já. Ertu bjartsýnn á að hún verði góð? Sko, ágætlega bara því Tim Burton talaði það að þau reynda að gera náttúrulega bara mest praktikal og allt svoleiðis aftur. Þetta var svona, honum langaði svolítið að detta aftur inn í svona old, eða svona filmmakingið sem let hann vera ástöngin á myndum. Þannig að, þú veist, það lofa góðu. Já, ég alveg pínu stressaður. Maður það. Já, það svo mörg á sem kom út. Já. Þetta alveg mynd sem bara flott standalone mynd. Já, hún svo ógeðslega uník. Já. Hún svo rosalega uník. Nær hann að fanga þetta aftur. Líka bara það, þú veist, Tim Burton í dag. Já. Það sami maður fyrir 20 árum? Nei. Enga veginn. Ég vona Já. að ég eftir að segja bara í loka árs, ég held hún að koma í október eða eitthvað, ég man ekki að koma. Ég voni ég segi bara, hei, þetta var geggjum. Eða ég var sátt. Já. Hún þarf ekki að vera jafngóð fyrst, hún þarf ekki að vera betri. Nei. En bara, ég vil ekki labba út úr bíónu leiður. Nei. Af því ef að Tim Burton gerir lélega eða leiðilega eða missetnaða Beetlejuice mynd, Já. þá verð ég leiður. Já. Þú veist alveg hvað ég er að tala um. Þú veist, þú verður það líka. Þú veist, ef hún yrði bara, ég tala ekki með auðvitað eitthvað drast, Já. þú myndir labba leiður út úr bíónu. Já, 100%. Þannig að við vonaðum það besta. Já. Ég ætla að lega mér á svona temmilega bjarsýn. Já. Hörru, höldum áfram. Já. Það var við, hvað? Big Fish. Ég er náttúrulega ekki með þetta beint að ranka, sko. Ok, nú ætla ég að koma með hérna smá wildcard. Já. Þetta mynd sem að, já, hún byggð allan á einhver skona skáldsögu, einhver stuttursögu, eitthvað. Ok. Já, með þess að ég var að double-check þetta en áðan, Óli, af því að ég vissi ekki að þetta væri byggt á, að því ég var að preppa þá, þá var ég prófaði bara að googla, skilur. Já. Þá poppaði þessu upp. Og mér þykir það svo vænt þessa mynd. Ok. Og hún hitti mark hjá mér. Ég er búin að sjá hana nokkur sinnum, já, hana á Blu-ray og mér finnst það bara drullu góð og þetta viltu giska? 2011 viltu leikstjóran eða aðalhlutverk? Ég held að leikstjóri sé svolítið gott giveaway fyrir mig þannig að prófa aðalhlutverk. Liam Neeson. Shit. Er þetta The Grey? Þetta vel gert, Óli. The Grey. Það var eina myndin sem kom til greina, sko. The Grey. Já, funnily enough, ég hefði ekki náðið þess að leikstjóran. Joe Carnan. Já, nei, ég hefði ekki náðið, sko. Það ekki? Nei. Anskotin, ég átti að segja að leikstjóran. Já. Ok, The Grey, þú er síðana. Já. Once More Into the Fray. Once More Into the Fray. Þetta er mynd sem að ég held hún hafa alveg flogið svolítið undir radarinn hjá mörgum. Já. Og persónulega finnst mér þetta langbæsta myndin hans Joe Carnan. Hvað, okkur Nei, bara mamma hatar þessa mynd. Hatar hann þessu mynd? Já. Af hverju hatar hann þessu mynd? Ég veit það ekki, hún bara fannst hún ógeðslega leiðileg. Já, ok, ég skil það alveg. Ég hef heyrt það frá öðrum líka, finnst hún leiðileg. Hún hitti algjörlega markja mér. Að ég held, ef þú horfður á trailerinn, það verið að selja alltaf mynd. Alltaf mynd. Ó, já. Og þetta er bara svaka drama mynd. Já. Bara mann sem horfist í augun við dauðan. Já. Og þetta úlfadæmi, það hefði geta verið hvað sem ligguðu, sko. Já. Og það sem mér finnst áhört þessu mynd, ef ég man rétt, þá gerir hann þessa mynd stutt þetta að missa konu sína. Með minni Neeson, já, það ekki. Með minni það. Og ef þú veist það, þá einhvern veginn horfum bara öðruvísi á þessa mynd. Já, algjörlega. Og ekki það, mér finnst þetta góð mynd bara yfir höfuð. Mér finnst hann ógeðslega góður í henni, mér finnst leikarnir sem er með honum góður í henni og mér finnst gaman að sjá leikstur eins og Carnan sem hefur alveg gert svona hit og miss myndir, sko. Stundum finnst mér alveg mjög góður og stundum ekki. En að gera þetta, ég maður því ég sá hann í bíó, af því ég er náttúrulega bara eins og flestir voru kannski búin að sjá trailerinn og ég held þetta væri alltaf öðru sem mynd. Já. Svo þegar kemur í ljós hvernig mynd þetta þá var ég svo glaður að því mér fannst ég fá miklu meira en ég átti von á. Já.
mér fannst meira svona einhvern veginn varið í hana, meira kjöt á beinunum en ég reiknaði með, að því að margir heldur bara að það væri myndin þar sem að Liam Neeson berst við úlfa. Já. Og ég meina það alltaf, trailerin svolítið þannig. Já, trailerin svolítið þannig. Alveg bara svona spennumynd og hann brýtur ykkur setur flöskur á sig og brýtur þær og bara eitthvað, það stökka okkur úlfa. Já, alveg síðasta skotið í myndinni. Já, það einhvern veginn ekki myndin. Ég meina myndin fjallar náttúrulega mann sem að í byrju myndin að hann fremur sjálfsmorð. Já. Það mynd svona einhvern í flugslýsi með mönnum sem vinnur með, þeir brotlendar lengst út í raskati. Ég reyndar algjör sökka líka fyrir eitthvað svona flugslýsa myndum, sko. Og það er bara ískalt þarna og það sem mér finnst minnist eftir þessa mynd, ég held þess að var með rétt mál, er að mér finnst þess að það hefur verið tekið rosa mikið upp á location. Mér finnst virka kalt þarna. Já. Og ég elska það við snjómyndir. Því ég horf á snjómyndir og þú sérð bara, þetta er púður eitthvað, þú veist, bara fake púður snjóur eitthvað, leikurinn er ekki kalt. Nei. Það böggar mig alveg, það er kannski að því að maður er Íslendingur og við erum vön snjónum og kuldanum og þú veist hvernig það lítur út þegar það er kalt, þegar fólki er kalt og ef þetta er fake hjá honum þá er þetta rosalega gert, en ég held að þetta hefur rosalega mikið tekið upp bara ekstra á einhvern fucking jökla eða eitthvað skiluru, að það leikurinn það virkar eins og þeim sem kalt. Það gefur mér rosalega mikið og allt þetta dramatíska sem að fyrir gegnum þessi karakter og svona bara hvernig myndin endar og svona og hans framist að því að sko Liam Neeson þú veist, í dag hvað er það að flestir hugsa? Taken. Já, líka bara þessar miljón action copycat B-mynda útgáfur sem fylgdi í kjölfari. Já. Nei, ég alveg tala. Það er ekki fullt af fólki sem kannski bara þekkja hann sem þannig gaur. Já, en það var sko, ég horf ekki mikið á Family Guy, en besta djókið sem þau hafa gert nýla var þegar þau fengu Neeson til að tala fyrir sjálfan sig og hann er að slást við Peter Griffin og hann segir I've been an action star since I was 56. Það var þetta gott jók. Svona, hann er að hóta honum. Það er það mjög gott jók. Það er ógeðslega gott. Því ég man ennþá þegar Taken kom út, ég er þetta að elska Taken, ég man þegar Taken kom út og mér fannst það geggja bara, hey, Liam Neeson, einhver bad motherfucker í einhverju actionmynd, geggja. En mér finnst ekki svakalega spennandi hvert hann fór sér með sinn feril. Nei. Ég er ekki búin að sjá helmingina sem er búin að leiki í þessum actionmyndum. En það má alltaf ekki gleyma að hann er svo góðu dramaleikari. Hann er fucking geggja. Byrja á hann. Það gæli ekki Schindler's List, skilur Rob Roy, maður. Rob Roy. Shit, það var myndi mynd. Já. Ég þarf að rifja hann upp, maður. Var ekki Tim Roth ándiklega? Jú. Já. Það var með þess að Óskarstilumningin hans, Tim Roth, Ísrael, þú leiðréttu mig bara. Ísrael, það er að hlusta á hann. Leiðréttu Óla, þetta er rátt hjá hann. Já, nei, það er greið. Mér þykir rosa vænt þessi mynd og hún bara svona virkaði fyrir mig á dramatísku leveli og þetta er alveg mynd sem ég á eftir að tjekka aftur á. Já, ég fíla hann, sko, það er rosalega fyndið við þessa mynd, sko. Ég hef ekki hort á þessa mynd í 12 ár. Ég get alveg sagt, sko, ég get alveg sagt 10 ár pluss. Ég get alveg sagt 11-12 ára eða eitthvað. Já, þú sást hann bara, þú var ný. Ég sá hana, ég horfði á hana með Inga Þorri vinum, hann sýndi mér hana, því hann átti hana á D.O.D. og hann fílaði hana mjög mikið, horfðum á hana, en það er svo fyndið, ég horfði á hana 2 eða 3 svona á stuttu tíma millibila, hann sýndi mér hana, svo horfði ég á hana aftur, já, ég held ég að bara sé hana 2 eða 3 en á mjög stuttum tímabili, sko, en hún er alveg fersk hér, sko. Já. En það er gott. Já, hún náði alveg mjög tíminn, sko. Þú veist, eins og ég man ennþá ljóðið, ekki að það sé langt, en þú veist það ég man það ennþá og ég sá þessa mynd alveg síðastir ég horfði á hana, það var alveg örugglega 2012, nei, hún kemur úr 2011. Já, ég sé hann örugglega 2012, ég held það, sko. Heldur mögulega að sé hana bara 3 því ári, jafnvel? Já, ég horfði á hana minga, svo horfði ég á hana aftur bara í sömu viku og svo horfði ég á hana aftur einhver tímann stutt eftir það bara mánuði setna eða eitthvað fattur. En það er ógustlega, mér finnst áhugavert þegar leikstur að koma með eitthvað svona titil í svona einhverjum
katalóg hjá sér Já, þar sem þeir ná að koma hana óvart. já, algjörlega. Af því að þú myndir horfa á Smoking Aces Já, og svo horfur eða bara The A-Team já, og svo horfur á The Grey, já. þú myndir ekkert endilega halda að þetta væri sami maður. Nei, enga megin. Þú veist, þetta er svo einhvern veginn allt öðru sér væpi í þessum myndum og þeir að reyna að gera svo allt öðru sér hluti. Já, líka bara, þú veist, meira svona vulnerable bíómynd. Já, af því að Persónuleg. hann er miklu meira svona afþreyingarleiksturi. Já. En svo kemur hann The Grey og þetta er alveg svona, hann er tæknalega hefðið út í stöf, sko. Mér finnst það að fyndi, ég hef átt þess að samræða nýlega við við Mána og Helga, en þú veist, að því þú varst að tala um leikstjóri sem, þú veist, þú myndir ekki gruna að þetta veri sami maður en að horfa á Smoking Aces, A-Team og The Grey. Já. Er til meiri svona nothing burger leikstjóri og hann Sean Levy? Nei. Ok, fyrir ykkur sem eru að horfa á hana, farið inn á IMDb, finnir Sean Levy, skoðið það sem hann hefur leikstýrt. Það er engin þráður. En þetta er líka bara ekkert spennandi sem hann er að gera. Nei, en þú veist, þetta er mest, ég held ég hef aldrei séð jafn mikinn director for hire. Þetta er svona, heyrðu, það vantar einhvern til að benda myndaðalinni. Jú, ég minna. Hver? Ég meit leikstjóra. Ok. Ég meik ekki. Hvað, John Moore? Já! John Moore! Ha, þú er sammála. Ég bara vissi að það myndi segja Já, þetta. nákvæmlega, þú vissir hvað ég var að tala Já, um. ég þekki það vel, sko. Oh my god, sá gæði maður. En já. Já, en hann er ekki jafn mikið að myndum og eitthvað Sean Levy. Þetta er eins og þú veist, þetta var svona eins og þegar hann náttúrulega leikstýri nokkrum þáttum af Stranger Things eitthvað á seríu 4 og hann leikstýri þarna Running Up That Hill þættinum og það var einn hérna sem sendi mér skilaboð eftir hann sá það hann bara Sean Levy's best work og ég bara hvað ertu að segja? Það er nú ekki mikið til að veljur. En þá er ég að spyrja þig, Já, Deadpool og Wolverine, já. af því að hann alltaf Hann er að leikstýri gera henni. Já. Hvað er að tala um? Þú veist, er þessar myndir ekki bara Ryan Reynolds að sjá um þetta eða eitthvað? Jú, en sko, þessu stuttin horfði á Deadpool 1 og 2 aftur. Já, Deadpool 1 er náttúrulega Tim Miller mynd, sko. Já, en David Leitch, eða hvernig maður berði það er alveg Deadpool 2, sko. Já. Það er alveg hans mynd. Já, Mér finnst það að þær er alveg ólíkar, sko. já, kannski, þú veist, þetta er bara svo, ég veit ekki, ég var bara... Þetta er svo safe choice. Já, bara þegar ég sá að Sean Levy var að leikstýra Deadpool 3, þá fór ég aftur yfir í IMDb og ég bara... ég fekk bara næstu bara svona, ég held ándu að segja að ég væri með æxli eða eitthvað, ég bara alveg er ég að lesa rétt. Ég sá bara, þú veist, hvað, það var hérna Pink Panther og Night at the Museum, This is where I leave you. Þú veist, Sean? Já, svo Real Steel. Svo gerði hann hana? Já. Já, hann gerði hana. Og líka hana Steve Martin myndina hana, ég held að það var Cheaper by the Dozen eða eitthvað. Dozen, svo gerði hann líka hann Adam Project hana. Já. Svo gerði hann líka gerði hann ekki Free Guy? Jú. Heitir ekki Free Guy? Jú, Free Guy. Töluleikmyndin hana. Jú. En þú veist hvað, þú sér, hvað þú skoðar þetta, bara svona, hvað er kjámki? Ég elskar þetta Sean Levy hérna rand. Sorry, þetta er búið að vera þarna svolítið lengi. En, ég er samt ekki, nú ætla ég að vera góðu gæ. Ok. Ég er ekki einhver dæmi leikstjóra sem kannski koma eins og bara Joe Carnan, hann gerir sem bara The Grey og mér, allan persónan finnst meira varið hann heldur flestar hans myndum. Já. Gæti verið að Deadpool og Wolverine sé þannig mynd? Já, algjörlega. Sko, mér finnst þetta ekki liðlu trailer. Nei, trailerinn var flottur, sko. Ég er alveg til í þetta, en mér finnst þetta bara, þegar ég heyrði þetta, mér finnst þetta svo óspennandi kostur sem leikstjóri. 100%, sko. Og þá veit það maður að hugsa einmitt, eins og þú segir, er þetta ekki bara Ryan Reynolds? Það er alltaf aldrei lúkkað eins áberandi, eins og núna, það velur bara við einsinn. Já, algjörlega. En ég hef búin að gleyma að gera Real Steel, og þannig að Jackman er þar. Þannig að þeir þekkjast líka. Já. Þetta er fyndið, sko, að því ég fór að hugsa um þetta daginn að því ég var líka, við Mánu vorum að ræða hérna David Cap. Já, David Cap. Þú ferðið verið, brother, what you doing, sko. Hann hefur gert sumt gott. Já, en málið er, hann skrifar myndir sem eru geggjaðar eða myndir sem eru hörmung. Að því hann er svo ósýnilegur. Hvað er stíllinn? Hvað er röddinn? Hann er reynda rosalega mikil svona company man. Já.
Já, heimsmanni. hann er rosalega rider for hire. Já, það er bara svona, okkur vantar eitthvað safe. Já, Hringdu mig hey, David. En hey, good for him. En þú sér, oh my god, hann skrifar, hann skrifar Spider-Man, hann skrifar Jurassic Park, hann skrifar Panic Room og svo sem alltaf lag. Ég skrifaði þetta niður daginn hvaða fleiri myndir hann gerir. En eitthvað, hann að góðu myndir þar, Stir of Echoes og eitthvað svoleiðis. Já, hann var einu góða. En síðan, brother, bara, hann hefur ekki verið að standa sig vel nýla, skrifar þessar rusl, Dan Brown adaptations og svo skrifað Ég elskar að þú kallar myndir rusl. Já, og hvað var það, já, hann skrifar bæði Indiana Jones 4 og 5. Good lord, já, var hann í 50? Ég var búin að gleyma því. Ég mani mig þegar ég sá það, ég sá David Koepp þegar það var verið að nása hverju var að skrifa og ég bara svona, lærðu þið ekkert. Herðu, ég held að hann sé að skrifa líka núna þá koma ný Jurassic World mynd eitthvað. Hver er að biðja það? Jæja, hættum að tala um það. The Grey, það var mitt pick. Já. Hvað ert þú með? Herðu, þá er ég með eina mynd eftir. Ok. Ekki? Jú. Það? Jú. Ég held það. Jú, ég var það eina eftir. Ok. Herðu, þetta mynd sem ég sé svo eftir að hafa ekki sett á top 10. Hún hefði átt að vera þar. Ef við varum að gera top 10 í dag, heldur hún kæmist á listan? Já, ég myndi stróka eitthvað nút, sko. Ok. Það er spurning hvað. Þú tækir bara Kiss Kiss Bang Bang út? Ég veit ekki hvað. En það er sterk ástæða af hverju, sko, því þú heyrir það bara þegar ég segja það. En þetta er mynd sem er byggð, hún er byggð á bók eins og allar hennar. Shocker, I know. Shocker. Bóka þátturinn okkar. Já, en þetta er uppáhaldsbókin mín. Ok. Og þetta er arguably top 10 greatest films ever made. Arguably Shining. Nei. Þetta myndi vera No Country for Old Men. Já! Vá, þarna kemur óvart maður. Akkur var ekki top 10 listunum? Já, ég meina þess 2007. Rosalega dár. Ok, ég dýrk þessa mynd. Ok, No Country for Old Men. Var þetta ekki Cormac McCarthy? Cormac McCarthy. Sko að því bókina. Top 10 listin var náttúrulega svona, myndi segja ég get alltaf hort á. Ég get ekki alltaf hort á No Country for Old Men. En ef ég myndi gera top 10 bestu myndi sem ég hef einhvern tíma séð, þá væri hún á þeim lista, sko. Ok, No Country for Old Men, þetta er náttúrulega Coen. Við hefum ekkert að gera Coen þá. Já. Þeir eru áhugaverðir. Já, þeir eru besti. Og þeir eru líka bara, það er ekki margir endilega leikstjórar sem ég myndi segja bara, þetta er snillingur, þetta er snillingar. Mér finnst þeir eiginlega bara vera snillingar. Þeir eru snillingar. Og ég finna þú veist, að gera mynd eins og bara Big Lebowski og No Country for Old Men. Þú veist, skilur þú? Já, nákvæmlega. Jesus, reynsimar. Ok, sorry, No Country for Old Men, þú er búin að lesa bókina. Já. Er þetta góð aðlögun? Er sagan eins? Eða er þetta eins og með There Will Be Blood sem Paul Thomas Anderson gerir? Hann breytir miklu og tekur bara part. Er þetta sagan? Þetta er nánast one-to-one. Þetta er eins fullkomið adaptation af bók sem þú getur gert, að því þeir bara vissu nákvæmlega hvað það er að skera út, að allt segir skár út virkar, og þeir eru líka að draga sig sjálfa alveg aftur út af því þeir eru náttúrulega þekktir fyrir dialógið sitt. Það er alveg bara hellingsvirða af dialógi úr bókinni sem skár út. Já, ok, þeir gera það. Já, og það er svo mikið, þú veist, eins og hvernig bókinni er skipt upp, er að áður en hver kafli byrjar, þá fáum við svona litla vignettu af bara svona smá frá baksögu Ed Tom, sem er leikinn af Tommy Lee Jones í myndinni. Manstu opening narrationið í myndinni? Já. Hver kafli af bókinni byrjar með einhverju litlu svona. Ok. Þar sem við fáum svona smá af sögunni hans. Þeir velja rosalega vel úr þeim köflum fyrir opnuna narrationið. Og að því við fáum þetta narration ekkert aftur. Þetta er bara... En er þetta ekki í lokin? Nei, er þetta bara í byrjunni? Já. Nei, hann er bara að tala. Já, hann er bara að tala við konuna sinni. En sem sagt, allt segir skár út er fyrir það betra. Það er sumt segir bæta við og það er betra. Ok. Og þú veist, allt, þú veist,
það meira þess að stundum skera þér bara út lítinn hlut, en þú ert bara alveg, vá, hvað það var rétt að taka þetta út. Þú veist, þetta gott í bókinni, en þegar maður horfir á myndina og þú fattar eitthvað var ekki, þú er bara svona alveg, vá, hvað var vel gert að þeim að púlla þetta. Þú veist, og dialogið eiginlega bara allt verbatim nema svona litli hluti sem Coen-bræðurnir bæta við. Já, ok, já, þetta er mér bara dialogið. Dialogið og bara allt, sko. Flest dialogið úr bókinni er í myndinni nema einhverju svona eitthvað smá sem Coen-bræðurnir bæta við, en sumt að er svona kannski endurorðað, en það er margt þarna sem er bara verbatim, sko, að því dialogið hans McCarthy's er fucking flawless. Ok, þá er ég að spyrja, að því að þú er búin að lesa bókina, og þetta er spoiler, eða ekki sé No Country for Old Men. Já. Deyr Josh Brolin off-screen líka í bókinni? Já. Já, ok, ok. En þeir gera það betri í myndinni. Ég er bara að fíla það í bótt í myndinu. Já, því í bókinni þá er Ed Tom fenginn til að identifya lík í svona morgue. Hann er fenginn til að identifya lík sem fannst á hótelinu og þá fattar hann að þetta er Llewellyn. Já, Llewellyn, já, Carternars Brolin. Já. Ok, þannig það er, já, ok. Mér fannst það nefnilega mjög áhugavert. Já, en þú veist, hvernig þeir gera það í myndinu svo er betra. Já, það er cool. Var það ekki fyrir utan móteli bara þarna? Jú. Já. Og þú veist, þeir köttuðu mér svo út alveg heilan karakter úr bókinni sem var bara fyrir betra, það myndi ekki að virka í myndinni. Hvað var hann, varstu það? Það var sem sagt, þegar Llewellyn Moss er á flótta, þá endar hann á að pikka upp hitchhiker sem er ung stelpa og hann er svona að reyna að gefa henni, þú veist, hann svona vingast eitthvað aðeins við hana og þú veist, hann er að reyna að hjálpa henni því þetta er bara einhver svona puttalingur fattur og hún er, þú veist, á leiðinni í svipa átt á hann og hún er með honum hann á hótelinu þegar þetta gerist hann en ekki hann konan sem er eitthvað smá að flösta við hann. Já. Þú veist, þeir skiptu því út en það er alveg smá saga hjá Llewellyn og þessari stúlka því þau, þú veist, fara eitthvað kaffi saman og borða og spjalla og svona deila reynslum og þú veist, það bara, þú veist, það virkar í bókinni en þetta hefði búið bara til pacing issues fyrir myndina, sko. En punkturinn á þeim karakter í myndinni er, þú veist, að því sadly, hún deyr líka í bókinni eins og konan hann í sundlauginni. En það sem þetta gerir er að því stelpan er, hún er 15 ára gömul eða eitthvað og hún finnst á hótelherbyggi með Moss. Þannig að það sadly lítur þetta út fyrir konu Llewellyn Moss að hann hafi bara, þú veist, fundið þessa peninga og flúið með einhver ungri stúlku fattur. Já. Þú veist, það er verið að svolítið einblína á það að allt þetta shit show og fyrir ekki neitt og góða orð Llewellyn er svolítið farið niður ruslið fyrir vikið. Já, þeir náttúrulega kvætta það úr myndinni. Og mér varst það bara skynsamlegt, já. En þú veist, það er svo fyndið að því myndin er weirdly meira blík. Þú veist, að það er alveg að því í bókinni þá skilar Chigurh peningunum. Já, er það? Já, hann finnur töskuna og skilar henni. Hann tekar það bara í myndina, ekki? Hann svolítið sinni sá hann. Já. Endar ekki. Nei, við sjáum Chigurh aldrei með. Nei, við sjáum aldrei taka peningana. Nei, að því það voru Mexikanir, kartellið sem fóra drápu Moss. Off-screen hana. Þú veist, í myndinni þá er það voru peningarnir bara hodnir. En hann faldi peningana ekki? Jú. Þannig við vitum raunin ekki. Nei, en þú veist, en punkturinn er náttúrulega bara að þetta var allt til einskis. Já, einmitt. En þú veist, að því í myndinni, eftir að Chigurh lendir í, eftir að klessa á hann og hann lætur sig hverfa, það er ekki síðast atriði hans í bókinni. Síðast atriði hans í bókinni er hann að skila peningunum. Og svona, og meiri segja sko síðast atriði hans Chigurh með konun hans Llewellyns í myndinni, þá náttúrulega kastar hann peningunum og beður hann að calla heads or tails og hún segir, þú veist, þetta er ekki peningurinn, þetta er þú ert ákveðað þetta og síðan klippum við á Chigurh að fara út úr húsinu, svona smá ambiguity hann á bakvið. En það er eitt sem hann gerir. Já, með stígvélin. Já, hann kíkir á. Já, en í bókinni þá sleppur hún. Á kólar hún. Þú veist, hann skýtur hann bara, kóla vittlust. Já, ég er að segja, hann drepur hana. Já. Já, því mér fannst eins og í myndinni, eins og var að tjekka hvort það eru blóð. Já. Þú veist, mér fannst þess að hefði skotið hann, þó fórum ekki sjá það. Já, en þú veist, en í
í bókinni þá það bara, þú veist, þau eiga þetta litla samtal, hún kóla vitlaust, Sigurg skýtur hana fyrir út. Þú veist, hitt svo miklu... Hitt skemmtilegra? Já, en líka bara hitt miklu meira svona, þú veist, pælingin hann í senunni, að því sem svo skrítið, að því McCarthy skrifar atriði svona, þú veist, hún að segja þetta við hann, það sama, en hún enda samt á því að kóla, þú veist, hún bakkar út úr það sem hún að segja. Þú veist, alveg bara, the coin don't have no say, og eitthvað svoleiðis og bla bla bla, og síðan kólar hún either way. En í myndinni þá, þú veist, hardcuttu við bara frá og vitum ekki hvort hún kólar heads or tails og meira þess að það atriði með salonum hann fyrsta coin toss sekundið í myndinni. Já. Það aðeins lengri í bókinni en það perfekt í myndinni. Geðveikt, er því þannig að byrja þeirri? Bara fyrsta... Jú, what's the most you ever lost in a coin toss? Já, það aðeins lengra í myndinni og svona... Er það lengri í myndinni? Nei, í bókinni, það lengra í bókinni og síðasta línuna Sigurður þarna, again, Coen-bræðurnir bara god damn hvað þeir stóðu þessu vel, sko. Þeir adaptuðu þessa bók fucking flawlessly. En finnst þér, sko, ég veit þú búin að sjá margar Coen-myndir, ef ekki allar. Já. Finnst þér, ef þú pælir í þeirra myndum fyrir No Country, að ég er nú ekki búin að sjá alla Coen-myndir, ég er búin að sjá slatta, og ég var mikill aðdáandi á hann í síðan No Country for Old Men, en hún komið samt á óvart. Já. Að kannski svona eitt og eitt sem hún getur kannski svona, það svolítið Coen-legt. Já. En svona heildan litið, þá þetta, og ég get varað þannig, mér finnst alveg standa út úr þeirra katalóg, og alveg á góðan hátt. Fannst þér eitthvað þegar þú horfður á þeirra myndir fyrir No Country? Finnst þér eitthvað benda, eitthvað önnur eins dettur ég hef ekki séð Blood Simple til hún, sko, einhver svona mynd sem þeir hafa gert sem eins og No Country? Nei, enga veginn, sko. Þú gætir djókað og sagt að Raising Arizona screwball comedy útgáðan af No Country for Old Men. Já, en það það er grímmynd, skilur. Já, nei, sko, með þessum wacky characters sem þeir gera oft. No Country for Old Men alveg hands down besta myndið þeirra. Í sammála. En hún besta quote-unquote Coen-myndin? Af því hún stendur svo rosalega út frá öllum hinum. Já, hún gerir það. En það það sem ég gera hana líka svolítið áhugaverða. Og þetta var svo ógeðslega vel gert. Já. Og það eru leikstjórar að leikstýrinni. Þetta ekki bara eitthvað svona Coen-bræður að reyna að gera alvarlegri mynd. Þeir eru bara að gera geggjaða mynd. Þessi mynd flawless. Í sammála. Hún geðveik hún bara 10 af 10, sko, það bara... Og ég meni, ég dýrka nokkar af þeirra myndum. Fargo geðveik. Ég elska Miller's Crossing. Miller's Crossing geggjuð, sko. Mér finnst það mjögulegin vann með þessa myndi þeirra. Big Lebowski. Mér finnst það bara masterpiece. Svo var hann Hudsucker Proxy, hún svolítið myndin. Já, ég þarf að rifja hann upp. Ég sá hann bara þegar ég var úrlingur. Já. Það var ekki með Tim Robbins. Jú. Já. Og Blood Simple líka góð, sko. Ég sá hann, það ekki fyrsta myndi þeirra? Jú, helviti gott debut, sko. Ég hef ekki séð hana, sko. En þannig ég var bara að pæla að því að mér er svo magnað að þeirra farið út í ég meina, gera ekki meira sem bara getur ekki Lady Killers með Tom Hanks, getur ekki Lady Killers? Jú, 2005. Já, hún undan No Country. 2004. Já. Þú berðu hana saði sem við fucking No Country for Old Men. Já, líka svo gott. Þeir gera fucking No Country for Old Men bara ein besta mynd allra tíma svo hendaði bara í Burn After Reading strax eftir. Finnst hún eins góð? Nei, ég að tala þú veist... Já, tóninn og... Já, ef þú ert að horfa á... Þú veist, að því myndar einhvern tíma, þú segir trailer eða eitthvað fyrir Burn After Reading og það kemur, þú veist, from the directors of No Country for Old Men. Já, ég veit ekki að halda það. Þú væri bara svona... Það eitthvað vitlaust um það. En það svona svo magna. Sýni hvað hæfileikar ríkir. Með svo pullmikið reyn, sko, þeir geta gert allt. Það rosalegt. No Country for Old Men, ok, já, við verðum ekkert sem að gera, ætlum við ekki að gera með Mána? Jú. Gera ekkert sem að Coen bróðismið. Það er líka bara eins og Teitur djókaðum að það ideal að gera Coen bróðar átt með tveim, með okkur Mána. Mikið Mána. En ég held, þeir ekki búin að splitta þetta? Jú, en þeir eru að fara að gera aðra mynd sama núna og mér skilst að þeir eru að fara að gera hryllingsmynd. Já, ég væri til í það, maður. Yeah, brother. Ég líka bara, eins og segir, eftir No Country, ég menna að mér geta bara gert allt. Þeir geta gert allt. Ef þú horfir á myndirnar og þú bara, já, damn it, sko.
Við líka eins og Big Lebowski, vantalega fíla hann ekki. Já, ég var einu svona alveg bara heldtekinn á því. Sko. Þeir finna súmynd. Þið finnst fyndin ekki? Já, hún er ógeðslega fyndin. Nú hefur ég fengið til mín, fleiri en einn, sem segja að mér finnst það ekkert fyndin. Ég á bara svo það að skilja. Mér finnst þú það dref fyndin. Sko. Já, hún er alveg rugl fyndin. Settingar inn í karakterar. Þeir eru algjör snillingar. Já, líka það besta við Coen-bræður mynd er bara, þú veist, hver einasta þeirra er svo ógeðslega uník. Já, algjörlega. En ég bara, þú veist, mér finnst þú sko, ok, ef við tökum bara Fargo og Big Lebowski. Já. Þú sérðið alveg. Já, 100%. Þetta er alveg, þú finnur alveg bara, já, þetta er eitthvað sumu gaurar. Já. Ef þú myndir ekki vita það. Já. Og líka Miller's Crossing. Þú gætir alveg þó að það er svona alltaf gangster eitthvað. Já. Þú gætir sett hana að það og þú myndir auðvitað alveg sjá. Já, líka Barton Fink. Eða með Barton Fink. Ég elska Barton Fink. Ég reyndar ekki sé í mörg ár. Hún er awesome. Þú sérð, þetta er auðvitað sumu gaurar. Já. En þess að No Country, ég held maður myndi ekkit endilega spotta. Nei, hún er nefnilega bara það faithful adaptation, sko. Þeir voru líka báðir miklu McCarthy fans þegar þeir fengu bókir í hendurna, sko. Áhugað líka þeir hafi gert það. Þeir væru perfect mennir til að gera hérna Blood Meridian, sadly eru þeir ekki að gera hana. Já, það er eitthvað Coen-bók líka, er það ekki eitthvað þekktasta bókina? Jú, það er hérna... Ég hef heyrt það, ég hef ekki lesið það. Það er besta bókin hans. Það er bara, þú veist, sadly, ég ætlaði Cormac McCarthy að adapta hana sjálfur eins og dóan, þannig að hann dó bara í... Já, hann er dá. Já, hann dó bara í fyrra, sko. Var hann mjög gamall? Já, hann var 90. Já, var hann svo gamall? Já, maður. Shit, ok. Ég bara þekki hann ekkert sem rithöfund, sko. Nei, hann er góður, sko. Hann er ekki allra, hann skrifar á rosalega uník hátt, sko. Það þú þarft alveg svona... Já, þungur penni, svona... Hann ekki þungur, en þú þarft bara, þú veist, þarft alveg svona, þú þarft þólin með þetta til að lesa hann. Ok. Að því prósætnar hans eru mjög, þeir eru ógeðslega fallegir, hann er nefnilega, læriði hérna, hann var líka poet, eða hann lærið poetry og hérna, stúderaði það. Þannig að prósætnar hans eru rosalega svona litigir og smooth og en þeir eru líka rosalega stuttir og það er svona, hann skrifar einmitt á þann að hann er mjög svona, hann lýsir öllu rosalega vel og þú veist eins og að lesa No Country for Old Men, þú veist, það lesa nánast eins og kvikmyndahandrit, sko. En hérna, að því það er bara, þú veist, að því hann er ekki mjög mikið fyrir að fara aftur í tíman eða útskýra hvað er í gangi í hausnum að einhverjum, hann er bara, hann gerir þetta og hann, þú veist, horfir á þetta. En hann er líka, hann setur ekki upp quotation marks í dialog og það er eitthvað sem tekur tíma að venjast. Þú er stundum bara svona, já, byrju, það er einhver að tala á núna. Það finnst mér áhugavert. Já, hann fiffar ekki svona hluti upp og hann er, punctuation var ekki eitthvað sem hann var mikið í, sko, eins og hann notaði ekki komur í staðin fyrir settan bara and. He grabbed his gear and walked outside and went to the car and opened up, þú veist, það er mjög mikið and en þetta býr til ákveði svona, þetta býr til ákveðin takt og þegar þú er komin með taktin þá getur þú lesa McCarthy bók, sko, eins og hann skrifaði líka The Road sem John Hillcoat. Ég sá aldrei myndina, var hann góð? Já, gott adaptation líka. John Hillcoat er líka að gera Blood Meridian, sko. Nei. Sadly er það samt ekki Coen-bræðurnir, því þeir gerðu bara one-to-one af No Country for Old Men, eða voru einhver tíma menn til að gera þá mynd, sko. Þá var það þeir. Já, en ég meina Hillcoat gerði The Road og hann gerði það ágætlega vel. Mér skilst að Andrew Kevin Walker er að adapta. Nei. Seven, eða ekki? Seven. Jú. Já. Og The Killer. Já, The Killer líka. Sleepy Hollow. Sleepy Hollow. Þú mátt ekki drullu við Sleepy Hollow. Nei, ég actually, funnily enough, sú stuttsa, The Legend of Sleepy Hollow er eitt af mér uppáhalds stuttsögum. Já, það? Já, ég elska þessu. Ichabod Crane, maður. Ichabod Crane. Ok, förum að klára það. Ég á einu eftir. Og þetta einu eftir. Hver... Ég þarf náttúrulega ekki að kíkja á listamenn, en ég... Finna ég held að country yrði skellurinn, sko. Ég ekki Gone Baby Gone. Já, hefst að ég er með No Country líka? Já. Nei. Jú, ég held það, sko. Fyndi, við erum báðið með mynd frá 2007. Þú varst með Gone Baby Gone og ég var með country. Ég hef verið með 2 frá 2007. Ég held að þessi sé líka 2007. Já. Það er 2006. Nei. Já, nei, hún er 2005. Ég held að hún er sýnd í bíó á Íslandi 2006. Já, ok.
Þetta byggt á graphic novel. Við höfum aðeins nefnt hann í þessu podcasti. Mér langaði bara að hafa hana með. History of Violence. Nei. Damn it. Já, nei, ég veit hvað myndir þetta, sorry. Ég veit hvað myndir þetta. Hvað myndir þetta? V for Vendetta. V for Vendetta. Vel gert, Óli, vel gert. Við höfum eitthvað aðeins mist á hana. Ég held að þú fílar hana. Ó, ég elska hana. Já. Ég elska hana líka. Ég hef bara lesið bókina. Já, hún var annað candidate fyrir top 10, sko. Já. Er hún vanmetin? Sko, mér finnst þú svolítið vanmetin. Ég myndi ekki segja vanmetin, af því ég held að enginn sem hefur séð V for Vendetta hefur ekki elskað hana eða fundist hún góð. Ég myndi segja kannski hún er ekki nógu umtöluð. Ég myndi segja það, sko. Vanumtöluð? Já, Þess að sé eitthvað orð. Það er ekki tala nóg mikið um hana. Vanséð. Vanséð. En það sem ég veist náttúrulega einnæðast áhört við sérstaklega náttúrulega myndina. Það var auðvitað talað lengi vel að gæinn sem kreditað sem leikstjórinn James McTeague hafi í rauninni ekki leikstjórinn. Já. Að þetta hafi verið Wachowskis mynd. Eða Wachowski mynd. Sem mér finnst mjög áhugavert. Og ég hef ekkert kafað neitt svaklega djúpt í þessa sögu eða þannig orðróm. En mér finnst það alveg make a sense. Þetta því James McTeague, þú veist þetta örgulega, hann náttúrulega var búin að vinna lengi með Wachowskis. Já, var hann ekki stunt-coordinator? Var hann ekki svona assistant director eða eitthvað svona aðstofa? Jú, eitthvað svoleiðis. Ég held second unit stuff. Já, ég held það. Frekar stunt-coordinator. Já, nei, það voru náttúrulega, það var stunt-double-öðnir og hjá Keanu Reeves, ég voru sem John Wick leikstjórana. Nei, þeir voru ekki... Allt og mörg nöfn í þessu. James McTeague var búin að vinna lengi með þeim, hann var í Matrix og eitthvað svona, sem held ég, eins og segi, ég man ekki nákvæmlega titilinn hans, hann var eitthvað svona second unit director eða eitthvað svona assistant eitthvað og hann fær þetta tækifæri og að gera V for Vendetta og ég man James Purefoy var ráðinn sem V og ég var að segja þetta í einhverjum þætti sem ég nýbúin að taka upp að ég er nokkuð sem það að einhverju rammar í myndinni af hún af því að Hugo Weaving var henni late replacement. Já. Þú vissir það væntanlega. Já. Þetta vissir það, Óli. En þetta rétt hjá mér? Hefur ekki hitt af þessu? Að eitthvað í myndinni af því að hann auðvitað bara með grímu. Já. Þetta rétt hjá mér? Það gæti verið, sko. Mér finnst ég að heyrt það. Þeir voru búin að skjóta eitthvað með. Já, þeir voru búin að skjóta eitthvað. James Purefoy hætti... Man ekki af hverju? Var ekki Rick? Var það ekki bara búningurinn eða eitthvað svoleiðis? Ég man ekki hvað var. Eða bara þau voru bara ekki ná saman eða eitthvað. Ég meina, þú veist, come on man, Hugo Weaving. Hann alltaf perfect í þessari mynd. Mér finnst bókin góð og ég las helmingina henni fyrir þetta podcast af því ég á hana heima og það var svo ógæstlant síðan að lesa hana. Mér fannst myndin alltaf skemmtilegri heldur en bókin, sko. Já. Svo þegar ég var að lesa hana núna, ég var kannski hálfnaði með hana, ég var búin að gleyma hvað þetta rosalega, allavega fyrir helmingurinn, rosalega líkur myndinni. Mér myndi alltaf að þetta væri frekar ólíkt. Var það kannski, þú kannski lefði mig, breytaði meir í end? Já, seinni já, það ekki? Já, að það komur á óvart bara, wow, þú veist, þetta er í myndinni, þetta er í myndinni, þetta er í myndinni, þú veist, þessi karakter í myndinni, það var rosalega líkt, sko. Já. Geggjumynd og bara Portman geggjunni, náttúrulega ég elska Hugo Weaving, bara karakterinn, hvað myndin atriðin í henni, lúkki á henni, það væri kannski að fara rauk fyrir að hún gæti verið hrárri, hún er alveg slikk. Já, hún er mjög slikk. Myndin mjög slikk, bókin ekki þannig. Nei. Eða svo hún aðeins svona meira rough. Já. Og líka John Hurt svo gott casting í þessari mynd, það svo ironic. Ég veist að því hann núna að leika svona tærandinn, þessi mynd auðvitað, þetta svona svolítið gott take á svona dystopian eins og 1984. Já. En þú veist, í 1984 myndinni þá John Hurt náttúrulega hinum einn aðalkarakterinn.
ekki Big Brother, en núna er hann svona Big Brother típa í V for Vendetta, það er bara svona metacasting. Já, hann geggjaður í henni. Hann geggjaður í henni. John Hurt, maður. 70. maður allra tíma. 70. maður allra tíma. Hann dáin það ekki? Jú. Já. Er ekki nokkur að segja? Jú, 2000 og... Æ, maður ekki. Nei, okkur mannst það hjóli. Geggjumynd og atrið, við vorum aðeins búin að ræða það, minni mig, atrið þegar heldur við rætt það í podcastinu, þegar hann tekur Ívy já. Og, þú veist, rækar hann á hausinn já. Og hún er að lesa hann söguna. Já. Geggjast það fyrir. Já, ég held að ég myndist á það í Chris Nolan þættinum, einu þeirra þegar vorum að tala um Interstellar. Já. Trailerinn fyrsti fyrir Interstellar notaði God is in the Rain úr V for Vendetta. Einmitt. Sem bara eitt af mínum uppáhalds tracks ever. En var það sami fyrir V? Fyrir V for Vendetta? Já. Það er úr myndinni. Það er úr þessu atrið. Atrið, já. Geðveikt, maður. Fyndið samt að það skulle minnast á V for Vendetta, þetta er kannski einn af þeim sem fáu skiptum sem ég get hent þessu random trivia út, af því að hefur með V for Vendetta að gera. Hvað er það? Manstu introduction sinna hans V, þá fer hann með svona vaff-monologu. Já. Ég notaði þetta alltaf sem upphitun þegar ég var að leika á sviði. Nei, Jú. Af hverju? Bara til að koma, þú veist, að því það er svo mikið af svona sikkorum orðum og sérhljóðum og samhljóðum hana. Já, þannig að þú ert svolítið svona, já, eins og segir. Ég var að hita upp vocal cordin svona til að segja hluti skýrara, því að það er svo mikið af orðum hana sem að þarf að segja svona snjallt og skýrt, sko. Þannig að þetta var, ég notaði þessa ræði, ég laði hann á minnið og úr V for Vendetta. Já, og notaði þetta til að hita upp raddböndin og bara svona, og málhæfni mína. Hvernig finnst þér? Mér líka að nýta aðeins tækifæri. Ég heldur sem ekki búin að ræða þetta Alan Moore að neinu viti. Já. Bara gaurinn sjálfur. Já. Hann er alltaf mjög sérstakur. Og já, algjör snillíkur á sínu sviði. Og greinlega klár gæi og allt það. En hann alveg hatar að vera aðlaga hans efni og eitthvað svona. Já. Komdu með eitthvað svona, eitthvað punta varðandi Alan Moore? Ég er svo fein og baðst mig ekki að fara með ræðuna. Ég er ekki viss hvort ég gæti það. Nei, ég ætla ekki að byrja það. En Ég veit þú fíla Watchmen, bókina. Já, ég elska bókina. Þú ert búin að lesa eitthvað eftir hann. Já, ég... Og þekkja eitthvað aðeins til hans. Ég tala svona fyrir utan. Ég hef lesið flest eftir Alan Moore. Og hvað finnst þér? Hvað finnst þér um hennar gaur? Er hann ekki Norn eða? Eða þú veist, hann er eitthvað svona warlock. Nei, hann er bara töframaður. Töframaður. Hann Alan Moore er einhver mest fascinating fucking rithöfundur allra tíma. Allar varandi það teiknumyndur sem hann er. Það sem hann var bestur í var deconstruction og svona, þú veist, hann var rosalega góður í að svona deconstructa hluti og setja svona morbid spin á hluti eins og sko, hann er fenginn til að sjá run á Swamp Thing árið 85 held ég, en þá er Swamp Thing búið að vera með þú veist 21 issue eða eitthvað og þá er þetta náttúrulega bara maður sem lendir í chemical slizi og hann verður Swamp Monster en Alan Moore kemur hann inn og hann segir, heyrðu, ég er ekki að fíla þetta, strákar og svona ég væri til að vera með mitt eigi take og hann eiginlega fær bara svolítið carte blanche leifið þar til að bara svona soft reboot af Swamp Thing þegar það er búið að vera í gangi 21 issues. Og gera hann svolítið svona að sínu? Það sem hann gerir þetta er ekki maður sem breytist í fenjaskepnu heldur þegar slysið gerist, þú veist þegar chemical sprengjan gerist og hann skýst hann að maðurinn skýst í fenin hann gæinn deyr svampið lifnar við en það heldur að það sé mennst þú ert ekki með mann sem breytist í skepnu þú ert með skepnu sem var til en heldur að var maður en uppránlega gæinn er löngu dauður það er meira heilt kafla eitthvað sem fór í þegar það haldaði þetta rápu Swamp Thing að því að gunna það niður og slögt á heila starfsemin hans í smá og fóru þeir að kryfja hver skrifar heilan kafla um það að kryfja Swamp Thing
Alan Moore. Já, hann goddamn fascinating og svipa með þú veist þegar hann gerir Miracle Man þar sem hann lét þú veist þar sem áherslan var á basically dópneyslu og sem sagt hann lætur hans run af Miracle Man var að Miracle Man núna maður sem heldur að þetta allt hafi gerst þú veist það einhver búin að hann búin að fokk í honum sko en þú veist, hann vaknar bara einn daginn og hann ekki lengur ofur þetta og allt þetta bara eitthvað sem hann heldur að hann sé núna búin að false memorize og hann bara einhver dópfíkil hann tekur svona sögur og alveg bara hendir þeim á hvolf eins og svo hefur hann líka skrifað Whatever Happened to the Man of Tomorrow sem náttúrulega einn frægasta Superman-sagan svo skrifað hann líka The Killing Joke Batman-sagan og ég var búin að gleyma því, ég vil lesa hana það Alan Moore alveg rétt sem svo fyndið að því það saga sem hann ekki með stoltur af en hann skrifaði hann skrifaði en hann sagði að það væri með svona veikari sögunum hans en ég meina buddy, ef þetta veikast að sagði það einn það vartu nokkuð góður já, það vartu alveg gutt sko ég reyndi að það var eitt hann skrifaði eitthvað sem það var original IP eftir hann ég held að Neon Avacon ég datt ekki alveg inn í það en svo gerði hann líka svo skrifaði hann líka League of Extraordinary Gentlemen já, var það ekki myndin sem hann var bara svona eitthvað crazy út af jú, það hún undan jú, eftir League of Extraordinary Gentlemen þá nafnið hans á þeirri mynd based on the works of Alan Moore eftir þá mynd, þá bara, nei, ég var aldrei vera að kredita aftur, þið aldrei að fara þið gerir bara rusl ég held að eina sem hann hefur verið hrifinn af einhverja adaptation eftir hans verki var Justice League Animated Series þau gerðu útgáfa af Whatever Happened to the Man of Tomorrow og mér skilst að hann fílaði þann þátt mér finnst einhvern veginn að hann fíli bara ekki nei já, hétt sagði það samt Whatever Happened to the Man of já, ég held hann að veit það ég þekki það ekki sko Alan Moore hann bara svo fyndinn kall, bara grumpy já, hann ekki stórskrýðið? Jú, hann stórfurðulegur en það náttúrulega líka bara því þú veist DC náttúrulega tók hann svolítið vel í rassinn sko það tók hann þurrt bara já, því þú veist, þeir fá hann til að því upprónlega þegar þeir skrifa Watchmen þá átti þetta að vera, þau voru nýbúin að fá réttindin á hellinga karakterum og þetta átti að vera það lið, það var ég man ekki alveg hver þetta átti að vera, ég veit að Rorschach átti að vera The Question og nú, já, einhverjir karakter sem voru til já. Og Alan Moore langaði að gera svona murder mystery með þessum karakterum en þau sögðu nei, þannig að hann bjó bara til svona eigin karakterin undir DC logoinu bara svona, og þeir gefa út Watchmen og þetta verður basically mest successful IP sem DC Comics hefur einhvern tíma að gefa út en hann og Gibbons minnum mig, hann teiknaði Dave Gibbons, sem að Moore undir þeim samningi við DC að hann ætla að gera þetta run og þau eru sem að fara að borga honum residuals fyrir þetta þegar Watchmen hættir í prenti já, beti, og þau eru ennþá að prenta út Watchmen fær það Moore ekkert greitt fyrir það? Nei, að því þú veist það sem hann samdi var náttúrulega þegar hann var að fara að gefa þetta 12 issue run og svo fær hann greitt fyrir þú veist þegar þau hætti að prenta þetta 12 issue run en svo var þetta The Colossal Animal sem það var og þeir eru ennþá að prenta út Watchmen og hann fær ekki shit sko það kannski ekki skrýta hann að orðið pínu pera smá svo sé hann líka fyrir Extraordinary Gentlemen og bara eitthvað, fuck this hún léleg? Já, oh my god bókin skemmtileg? Já, bækurnar skemmtileg bækurnar myndin samt svona pínu eins og Van Helsing þetta svona, ef maður getur slögt á heilunum á sér það þetta fun ég var þessi leiðilegur myndir já 100% en, þú veist, League of Extraordinary Gentlemen infamous fyrir 2 hluti þessi mynd var það slæm að Alan Moore tók nafni sitt af og þessi mynd var það slæm að Sean Connery hætti að leika
Hann sagði bara gleimus. Hversu gott er það? Sean Connery hætti að leika og svo lifði hann bara næstu í 20 ára eftir það. Venjulega þegar leikarar hætta og fucking deyja þeir bara stuttur setna. En svo er entertaining, Gene Hackman, hann er það lifandi. Er það samt? Já. Hefur þessi myndir á honum? Já, hann er 93 eða eitthvað. Já, en ég menna, good god, ef hann misti þessu eitthvað, hann er bara að fara að breytast í duft. Svo magna eftir svona leikara, því maður svo vanum að horfa okkur á bíómyndir og fyrir mér þá lítur Gene Hackman út bara svona í, þú veist, Crimson Tide eða eitthvað. Já. Það finnst mér bara útlitað. Já. En svo sér maður einmitt, auðvitað eldast líka þessi gæjar og svo sér maður þessar myndir hann í dag, 90 ára gamall og maður er bara svona býtu, þetta er ekki Gene Hackman. Hann er svo múmía. Ég meina, Ístu líka hún dröldu gamall. Já, veistu hvað lítur vel út fyrir 94 ára? Hvað er það? William Shatner. Er hann 94? Hann er 94. Nei, það getur ekki verið, Óli. Er það, stutt sinni sá? Hann er hvort 93 eða 94, en hann er alveg aftur, sko. Hann lítur út fyrir að vera 60. Hann lítur bara ógeðslega vel út fyrir 90 ára. Hann er fættur 1931. Já, hann er 93 þá. Ég var one off. Vá, ég er alveg sjokki og ég er svona gamall. Já, 30 í Star Trek eða eitthvað. Nei, hvernig, jú, 35 í Star Trek. Þvílík gen. Já. Af því mér er alveg saman þótt hann að fara eitthvað Botox eða eitthvað, en þá bara vel gert. Hann er ári yngri en Clint Eastwood og Clint Eastwood geti verið pappans. Já, því ég sá eitthvað nýlegt vídeo af Eastwood. Já. Hann verðist að eldast rosa mikið, bara á 5 árum, sko. Shatner lítur helviti vel út, sko. Shatner lítur mjög vel út. Herra Óli, förum að slá botnin í þetta. Ertu með eitthvað lokaorð? Bara hefur maður eitthvað meira að segja Hugo Weaving í V for Vendetta. Hann er bara geggjar í þessari mynd. Já, það er synda svona performances er aldrei tilnæmt til Oscars. Já, ég er sammálaður. Næst af því það er svo magnað við performance hans Hugo Weavings. Hann er með þessa grímu og þessi gríma er alltaf með sama svip. Body language alone segir hvort hann er reiður eða í góðu skapi. Já. Hann mótar svo vel í þessari mynd. Já, hann er svo fucking góður í þessari mynd. Alveg bara, hann er unreal, sko. Þetta er ógeðslega góð mynd, maður. Ég líka bara elska delivery að hann sá línum eins og þegar hann er búið með hann Vaff-monologuna sína og hún Natalie Portman segir hann Are you like a crazy person? Og hann segir I'm quite sure they'll say so. Það er líka góða línur í þessari mynd. Já, eins og hann, hvað frægast eins og frægasta línan hann beneath this mask there is an idea, Mr. Greedy, and ideas are bulletproof. Góð ví eftir hann. Já. Þetta er geggjumynd og mér fannst mjög áhugavert eins og náttúrulega þegar COVID kemur. Já. Það var alveg áhugavert að skoða V for Vendetta myndina. Já. Að ég heldur breytið aðeins í myndinni versus í bókinni að því myndin er þetta með þetta koma eitthvað sjúkdómur, eitthvað veiki, eitthvað veira, eitthvað vírus og eitthvað. Þá myndir svo mikið hræðsla í kringum það. Já. Það var áhugavert á meðan á COVID, það stóð sem hæst. Já. Já, var eitthvað vírus í... Mér minnir að það verið í myndinu, sko. Ja, var það ekki í bókinni? Ég man ekki eftir því í myndinu. Mér finnst þess að það verið frekar eitthvað svona nuclear war, eitthvað hættan við það. Já, það var bara sprengdi alltaf þetta Capitol í myndinni. Já, mér finnst þess að það verið allavega það sem ég bara kláraði helmingin af bókina eitthvað. Það var svo langt síðan að lesa hana og ég man ekki til að sé búið að tala um eitthvað svona vírus eins og þess. Já, það var áhugavert. Já, það sem ég bara svo hrifin að er bara hversu Shakespearean dialógið er að því Wachowski-systkinin voru alveg helviti góð með þetta handrit, sko. Og leikstjórnina? Já, leikstjórnina. Þegar þú heyrt þetta? Nei, ég hef aldrei heyrt þetta. Hafðu ekki heyrt þetta? Ég bara... Af því að þú veist, hvað er mjög tík í dag? Já, einmitt. Já, hvað gerði hann eftir þetta? Ninja Assassin. All right. Ég reynda að sá hann ekki, en hún átti að vera... Ekki góð? Nei. Ekki góð. Já, þú veist, það eru sem að línur í þessar mynd sem svona festast alveg vel í manni eins og hvað var það þarna þegar hann fer hann aftan að gæðunum í sturtun og er að fara að myrða hann og hann er hann eitthvað
Ég geti hlusta þig fara með We From Detta línur restum þettinum. Óli, þetta er búið að vera geggja, það er alltaf gaman að fá þig og þetta var annar túparter. Það var svo aðeins styttra kannski en það er ekki 5 klukkutíma. Nei. Það er líka því mánu var ekki. Já, 5 myndir á mann. 5 myndir á þetta og 10 myndir, við erum búin að tala henni endalaust. Svona langar mig að gera, við þurfum auðvitað að klára Nolan og það er að stoppa mér. Já. Ég veit það, ég er með þess að fólk er að rukka þetta. Hvenær kom að Nolan? Mér finnst gott að við tókum upp þann þátt meðan Oppenheimer var ennþá í bíó. Og líka, það er ekki ólíklegt að við tökum hann upp þegar það er ár síðan tókum. Já, en það er líka, þú veist, að því í þeim þætti, Máni segir í þeim þætti, ég sá hann í gær. Ég held að ég segja það eitthvað, en já, hann fór á hann í gær. Við tökum einhvern síðan upp eins og Nolan hætti. Ég lofa, ég ætla að vera búin að eins og bara klikkaði það. Já, það væri, ég bara vona að Nolan hendi ekki út einhverjari secret glænýri mynd, að því þá þurfa að gera bónusþátt. Þá kemur bónusþáttur. Herðu Óli, þetta var geggjað. Takk fyrir komuna.